Já, komið sæl, góðan daginn, eftirmiddaginn, kvöldið jafnvel, eftir hvaða tíma dagsins þú ert að hlusta, kæri hlustandi. Takk fyrir að hlusta. Jens Dark heilsar ykkur í 220. og eitthvað skiptir. Nei, þetta er 222. 222, já, skemmtilegt, laglegt, þannig að þetta er líka alveg þáttur sem við erum með í kvöld. Heldur betur. En áður en við komum að þættinum sjálfum, þá er það autosentimenn. Jú. Þið ættu að vera farin að þekkja þetta 5 stjörnu votta Tesla-verkstæði. Fagleg þjónusta og í raun og veru bara alliða. Þetta er ekki bara Teslur, sko. Nei, þeir eru sérfræðingar þeir eru bara sérfræðingar í bílum, sko. Já, og sko, við erum að tala 85% markaðshlutdeild. Það er að vona hún hækki. Já, það eru alvöru meðmæli, sko. Og gestur kvöldsins ætti nú að þekka sitt hvað viðskiptarinn og það telst nokkuð gott. Já. Kjöris myndi alveg fagna því. Já, þeir myndi gera það. Svo er það Serrano og það er kóðinn. Burrito eftir Dark. Burrito eftir Dark, 20%. Það er einn rauður bara, 500 kallinn. Herri, ég skammast mín eiginlega fyrir að segja það, því ég notaði hann bara fyrsta sinn í dag og vefjan mín átti að kosta 2.750. Ég held að þetta færi niður í tæpan 2.000 kall, sko. Það munar minna á þessum síðustu vestu. Það gerir það. Ánægð með þig. BBQ Burritos skál plus jalapeno, það er málið í dag, víst, erum menn að tala gárungarnir. Já, ég fór í það, aðeins að kötta. Barbecuen, já, hann er góður. En að þætti kvöldsins, Guðrún Hafsteinsdóttir, oddviti Sjálfstæðisflokksins í Suðurkjördæmi og fyrrum dómsmálaráðherra, býður svo nú fram til formann Sjálfstæðisflokksins á landsfundi sem fer fram næstu helgi. Vertu hjartanlega velkomin. Takk fyrir að bjóða mér. Hvernig liggur á þér? Mjög vel. Er það ekki? Jó, liggur alltaf vel á mér. Já. Það þarf að vera svo rosalega slæmt annars. Svona, sko, við erum náttúrulega alla jafna með fréttir vikunar sem við förum yfir, en ég hugsa að við förum bara beint í gang. Beint í kjöti, klukkan er að vera þarna miðnætti. Já, þetta er kosningabaráttu, það eru langir dagar þá, Guðrún, eða hvað? Já, það eru mjög langir dagar. Já. Er þetta síðasta viðtalið sem þú ert að fara í? Nú vera víða? Ég veit það ekki. Nei. Nú er það búið að vera þannig síðustu daga að það er bara annað fólk sem sér dagbókina mína. Já. Og ég fæ bara skjáskot miðnætti hvar ég á að vera klukkan 9 fyrramálið. Já. Og svo bara fæ ég SMS þetta og þetta. Svona lítið dagurinn út. Er þetta öðruvísi kosningabarátta heldur en þessar hefðbundu alþingiskosningar? Já, þetta er allt öðruvísi. Já. Ég er auðvitað bara búin að fara í gegnum 2 kosningabaráttur og 1 prófkjör. Og þetta er ólíkt öllu öðru og líka því maður er svo berskjaldaður og maður er einn og það er kannski svipað og að vera í prófkjöri, þú ert að selja þig en í alþingiskosningum þá er þetta heill listi, þetta er hópur fólks og þá ertu að selja hópinn og einhvern veginn, já, það er öðruvísi nálgun. Já, trúið því. Hvernig kanntu við að sé einhver bara búin að skipuleggja daginn í þaula? Ég veit að ég myndi elska það. Þetta er mjög erfitt fyrir mig að því ég er kontrollfrík sko og þarf að hafa stjórn á öllu en það tók nokkra daga svona slaka og sleppa og ég er með gott fólk í kringum mig og hérna sem er að hjálpa mér og ég er auðvitað rosalega þakklátt fyrir það. Ég var örugglega búin að klúra mörgu ef að það væri ekki þannig en ég er nú þannig gerð að mér þykir svo ofboðslega gaman að vera innan fólk og með fólki og tala við fólk, svona eins og ykkur, að ég geti verið í kosningabaráttu allan sólarhringinn, alla dag ársins. Já, ég er ánægður að heyra þetta því að þetta er nú ekki fyrsti pólitíkusar þáttur sem við tökum sko og mér fannst alltaf bara bæði fórstakosningum og allt sko, allir bara, þetta er ekki að vera búið, þetta er svo erfitt og leiðilegt, en er þetta ekki bara gaman einmitt? Þetta er alveg brjálæðslega gaman. Já. Og núna er sko já, hvað eru 10 dagar eitthvað svo leiðis nei, ég er að rugla það eru réttur að 2 vikur síðan að ég tilkynnti frambóð og það var á laugardegi og ég fór bara upp í bílinn á mánudagsmorgni og lagðast það í hringferð og núna er ég búin að keyra 2800 kilometra og ég var að koma núna hinga til ykkar frá fundi nú með 32 Sæll. Nei, 33 Er nýr Ásmundur Suðriksson í farteskinu? Nei, við Ásmundur eigum það sameiginlegt að vera bæði Suðurkjördæmi. Já. Þannig að það er viðfæðmasta kjördæmi landsins og það, ef þú ætlar að sinna því vel, þá eru þetta bara fleiri 1000 kilometrar á ári. Já. Og ég byrjaði þennan mánudag 11. febrúar af því að keyra út á Snæfellsnes og svo fór ég í Skógarströndina og Vestfirðina alla
og Húnavarsýslurnar og Skagafjörðin og Tröllaskaga og Eyjafjörðin og til Húsavíkur og Egilsstaði og Firðirnir og síðan öll Suðurströndin búin að fara til Vestmannaeyja og þetta ofboðslega gaman. Já, þetta eru forréttindi. Reyndar landafræði mín svo léleg, ég held hún var ennþá að tala Suðurkjördæmi sko, þegar hún fór austur og fyrir það var bara, nei, það getur ekki verið Suðurkjördæmi, en það mjög stórt og víðfemt. Sko, eins og Leifur talaði, við ætlum bara að vinda okkur beint að kjötinu, sko, þú hefur verið í mörgum góðum viðtölum, kláraði viðtalið við spursmálum í dag, komum kannski betra því sér þættunum gott viðtal við til dæmis á Eyjunni í DFF, það sem eina fyrirsögnin var, nú hefur flokkurinn sem kennir sig við atvinnulífið tækifæri til að kjósa sér formann úr atvinnulífinu. Ertu með þessu að segja að formaður Sjálfstæðisflokksins eigi að koma úr atvinnulífinu frekar heldur en að hafa verið og starfsmaður alla sína ævi eða hvernig það er? Nei, alls ekki. En ég að segja það að Sjálfstæðisflokkurinn, hann hefur oft kennt sig við atvinnulífið og skilgreint sig sem sá flokkur sem að svona þekki atvinnulífi flokka best og hvernig verðmætasköpun er undirstaðan fyrir velferð í landinu. Og ég held ég fari rétt með að Sjálfstæðisflokkurinn er að nálgast 100 ára aldur, það er 96 ára og hefur haft á þessum tíma aðeins 9 formenn og ég held ég fari rétt með að af þessu 9 hafa bara verið 2 formenn úr atvinnulífinu og það var Ólafur Thors og Geir Hallgrímsson. Já. Og ég hef bara sagt það að flokkur sem vill hafa svona sterka atvinnulífstengingu að hann á að taka því fagnandi þegar framstígum manneskja sem sannarlega er búin að lifa og hrærast í atvinnulífinu alla ævi og þá getur flokkurinn núna látið svona lifa þessa skilgreiningu sína og núna nota tækifærið og sannarlega kosið manneskjur atvinnulífinu. Já, algjörlega. En svo kemur hérna, þú er búin að vera þingi 3 ár, þannig að þú strax mætt í formannin, aðrir aðalar Gulli, Þórdís sem að þarna létu ekki slagstanda. Sko, einhver stað las ég að þú sagðist að vera hvött til þess að fara í pólitík frekar að þú persónulega brannst fyrir hana. Ætti ekki formaður Sjálfstæðisflokksins einmitt að brenna fyrir pólitík? Jú, ég hef alltaf brunnið fyrir pólitík. Ég hef alltaf haft mjög mikið áhuga á pólitík, alveg frá því ég var krakki. Ég er alin upp í kringu Sjálfstæðisflokkinn, pabbi minn var mjög virkur í flokknum og hann var í áratugi í bæjarstjórn eða sveitarstjórn í Hveragerði, var oddviti og seinna forseti bæjarstjórnar. Þannig að ég hef alltaf lifað og hræst í því, verið hálfgerður kosningafíkill, tekið þátt í gríðarlega mörgum kosningabaráttum en alltaf í bakvarasveit. Og ég man sérstaklega eftir því að þegar Þorsteinn Pálsson var að bjóða sig fyrst fram á Suðurlandi, þá tók ég þátt í þeirri baráttu á kosningaskrifstofunni að styðja við hann og þannig að ég hef alltaf verið viðlóðandi í pólitík og haft mjög mikið áhuga á henni. En ég hef aldrei stilt sjálfið mig fram og minn starfsvettvangur í áratugi hefur verið út í atvinnulífinu og ég hef notið þess mjög og ég sá bara ekki fyrir að þetta yrði minn starfsvettvangur. Oft þegar ég horfði til Alþingis að þá fannst mér þetta að vera átakamiðaður svona vinnustaður, afkasta lítill. Ég hugsa nú eiginlega allt í færiböndum, ég er alin upp á færibandi. Jú. Og ég líka hugsa eiginlega allt í fróspunum. Að sko það er ekki margir fróspunum á Alþingi? Nei. Og sko það er svo ótrúlega gefandi að geta tekið ákvörðun í dag að á morgun ætlar að framleiða bara 20.000 græna hlunga og þú gerir það á morgun og daginn þar á eftir að þá keyrir þetta út í sölustæðina þína og síðan á föstudaginn eða 2 dögum seinna þá bara horfi ég á þig borða þennan ís. Jú. Og það er ótrúlega gefandi og þér finnst þú að hafa gert eitthvað. En það líða dagar, vikur og mánuðir á Alþingi án þess að það komi nokkuð út af þessu færibandi. Og það finnst mér vera tímanum illa varið og mætti gera betur, mætti breyta þingsköpum að ég til þess að reyna að ná svona, meira út úr þinginu. En eins og ég segi að þá fannst mér þetta ekkert mjög spennandi og ég hélt í alvöru að þetta yrði ekki minn starfsvettvangur. Ég hélt alltaf að eldri systir mín að hún myndi freka fara á þing því hún er búin að vera í pólitík miklu lengur en ég, en alltaf í sveitarstjórnarmálum. Og ég gerði henni svona veðmál við hana sem ég ætla nú ekkert að fara í smáatriðum úti að ákveðin hluti myndi raungerast þegar hún myndi fara á þing. Og ég þurfti þegar að ég fór að fá þar áskoranir
að bjóða mig fram í prófkjöri sjálfstæðismanna vorið 21 að þá þurfti ég að taka bara gott samtal við systir mína vegna þess að einhvern veginn fannst mér þetta vera nær henni og ég hefði aldrei farið fram ef að hún hefði sagt að mér langar rosalega að gera þetta en hún afbragðs sveitarstjórnarmanneskja og hún lifir og brennur fyrir það og hefur oft sagt að hún sagði hún stundi það nú betra að vera drottning í Hveragerði heldur en bara óbreyttur þingmaður og Alþingi. Já, það margt til í því. Eða vera bæjarstjóri og eins og hún var í 16 ári í Hveragerði. Núna hún sveitarstjóri í Hrunamannahrepp og líkar það afskaplega vel og það svona svipað að þegar þú ert sveitarstjóri þá getur þú bara allt í einu tekið ákvörðun það heyrðu við ætlum nú bara að malbika þessa stjætt eða helluleggja eða eitthvað og þú sér það gerast eftir 2 daga. Við erum búin að vera í 40 ára að rífast það að leggja inn á Sundabraut. Þetta ekki árangur sko. Nei, þetta ekki árangur og kannski rétt frostpinna gerna á Alþingi, ég hef nú ljóta sögursögnum að þeir vera að flytja inn frostpinna frá Evrópu og húða alveg svo strekkaði mjög súkulega húðun. Já, óhófleg húðun af því. En sko, talandi nærumhverfi og nærsveitina, þú náttúrulega verið dugleg í nefndastjóru þar líka og einhverju grínast með að þér með að segja nei þar, stofnaðir sunddeildina eða ekki, til þess að koma krökkunum þínum að, þetta var orðum sem ég heyrði. Jú, það er rétt. Ég hef alltaf verið mjög félagslega virk og við systkinin öll og foreldrar okkar líka og pabbi sagði nú einhvern tímann við okkur að ef einhver leitar eftir starfskröftum ykkar fyrir samfélagið eða eitthvað annað að þá þið vera afskaplega stolt af því að það eitthvað þarna úti sem hefur trúið á ykkur og þess vegna þið alltaf að segja já og bara gangi verkin og þess vegna held ég segi alltaf já og ég hef verið að vasast í ýmsu og eins og bara aðrir foreldrar að þegar að börnin okkar fara að sinna íþróttum að þá vill maður styðja eins og maður getur við það. Börnin mín þau eru öll körfuboltabörn og ég hef verið í ýmsu foreldrastarfi í kringu körfubolta. Nú, svo var það þannig að ég bjó í 5 ári í Þýskalandi og þegar ég kom heim með börnin mín að þau höfðu æft sundi í Þýskalandi og það var engin sundild í Hveragerði og fyrst fór ég að keyra þau á Selfoss á æfingar og við eigum eina bestu sundlaug landsins í Hveragerði eins og allra besta sko, Laugaskarð og þá hugsaði ég nú með mér, heyrðu við verðum nú að nota þetta mannvirki betur en þetta og þá bara stofnaði ég sundild og tímabili vorum við með 100 börn að æfa og frábæran sundþjálfara Magnús Tryggvason frá Selfossi og hann nú bara ennþar að þjálfa börn og þetta var bara yndislegt, virkilega góði tími en það fóru eiginlega allar helgar árið í þetta, síðan var ég orðin formaður sundnefndar HSK sem hér að sambandi Skarphéðinn á Suðurlandi og það hlutverk að skipuleggja sundmót og vinna á þeim og svo framvegis og þegar ég var nú búin að vera formaður samtaka iðnaðarins hérna í hafi ekki verið 2 ári og svo og börnin mín hætti að æfa sund þá hugsaði ég mig, nú verður ykkur annar að taka við. Algjörlega. Talandi kjöris, auðvitað með kjörisdrottningarnir framan okkur og kannski minna hlustendur á það að hún kom náttúrulega til okkar áður í þætti 198 fyrir það sem vilja kynnast henni enn betur. Þrælgóðu þáttur. Mjög góðu þáttur. Kannski eitt í framhjálaupi. Pæli, nú 2-2, það eru 24 vikur síðan ef að starffræðin mín ekki að klikka. Þar spurðum við hvort þú ætlar að bjóða fram í formann, við spurðum við hvort þú ætti ekki að slíta ríkisstjórninni, átt að kjósa í vor, og þá varst þú bara nein, við erum að kjósa í haust og Bjarni Ben formaður og hér sitjum við núna. Svona getur nú lífið verið ótrúlegt og það held ég oft þannig í pólitík að það eru svona sandkornin sem geta velt ríkisstjórnum og frekar en kannski þúvan. Og það eru oft svona litlu málin og vitaskuld í haust þegar ég kom hingað til ykkar að þá vorum við og ég staðráðin í því að láta þetta stjórnarsamstarf ganga og vera út kjörtímabili. En það, breyttist held ég margt þegar Katrín Jakobsdóttir gekk út úr ríkisstjórninni og svo heldur Vinstri græn landsfund. Það er kannski freka það að Kata var alltaf farin tóldi síðan þannig. Já, en ég held samt að það hafi svona ákveð lím farið með henni og það verða formannskipti þar og svo bara komi upp mál í haust og
og auðvitað höfðu komið upp mál áður sem höfðu verið þung og erfið en Bjarni Benediktsson formaður flokksins, hann ákvað í haust að slíta ríkisstjórninni og það var bara hans niðursta. Aftur að þér sem frambjóðanda kjörist drottningin, ég spurði hvort að þú varir frambjóðandi atvinnulífsins, er ekki nauðsynlegt fyrir Sjálfstæðisflokksins sem talar stétt fyrir stétt með stétt, við erum flokkur atvinnulífsins, að vera með einmitt forma sem þekkja hvernig að vera djöfisins harki alla daga, kvölds og mótna með lítið meðalstórt fyrirtæki? Ég þeirra skoðunar að það sé gott fyrir formann í svona stórum flokki sem að vill verða breyðfylking á nýjanleik að formaðurinn búi yfir reynslu og þekkingu úr ýmsum áttum. Og ég geri það svo sannarlega og ég held að það sé gott einmitt að hafa verið út í atvinnulífinu. Ég hef bara verið í þeirri stöðu að hafa haft það verkefni fyrir fram að mig að greiða 50 manns laun á morgun og það er ekki til fyrir þeim. Einmitt. Eða bara þú þarft að borga tryggingjaldið og þú þarft að skrapa saman og liggu við að hellu böknum hjá bönnunum og þetta mótar mann og líka bara að vera út í atvinnulífinu og vera endalaust að taka við einhverjum kröfum frá hennum opinbera fyllt skýrslur og annað hluti sem að manni finnst kannski ekki snerta sinn business. Og veist að tímaðinu betur varið eitthvað annað? Nákvæmlega. Og ég held að þetta sé gott. Rétt eins og ég hef alltaf sagt það að ég bý alltaf í Hveragerði og keyri á milli og í hverjum degi og búin að gera það í áratugi og ég eiginlega spurða því hverju viku hér í Reykjavík, ertu ekki búin að koma upp atkvæði hérna í Reykjavík, ekkert að fara að keyra heim núna í kvöld. Og ég hef alltaf bara sagt það að ég er þingmaður Suðurkjördæmis og ég hef bara gott að því að þræla mér yfir helliseðinni í hvaða veðrum sem er eins og hundruðir annara. Og mæta svo heima hjá mér á kvöldin og kannski fara í sund og hitta þar bara fólki mitt í Hveragerði og taka þátt í þeim umræðum og nöldri við því að helliseðin hafi verið illa rudd þann daginn eða það vanti stikur eða hvað en annað. Bara lifa lífinu eins og allir aðrir í þessu landi. Já, algjörlega, þú talar á að 2 af 9 formönnum flokksins hafa komið úr atvinnulífinu. Hversu margir hafa komið frá landsbyggðarkjördæmi? Það hefur einu sinni gerst að formaður hafi verið kjörinn úr landsbyggðarkjördæmi og það var Þorsteinn Pálsson og þá var hann þingmaður fyrir Suðurland eins og ég sagði áðan. En það hefur aldrei gerst að formaður hafi verið kosinn eða manneskja hafi verið kosin formar í flokknum sem á sannarlega lögheimili út á landi eins og ég og því að Þorsteinn bjó í Reykjavík á þessum tíma þó hann væri þingmaður í Suðurlands. Já. Að því við myndumst á helliseðina og kannski En má ég bæta við? Gjörðu svo vel. Vegna þess að mér finnst samt ekkert skipta máli að formaður í Sjálfstæðisflokknum, hann er formaður allra og jú, það er ákveðin lífsreynsla að búa út á landi og það er annar taktur heldur í hér og það er auðveldar að koma börnum inn á leikskóla og það eru minni umferðarhnútar og þess vegna kannski aðeins meiri tími en formaður Sjálfstæðisflokksins, hann er vitaskuld bara formaður allra og eins og ég sagði áðan, ég er nú búin að verja mestum hluta mínu vökutíma hér í Reykjavík síðustu svona 20 árin og ég er stolt af höfuðborginni líka og ég myndi gjarnan vilja vera stoltari af henni og sjá hana aðeins betur rekna. Já. En það er nú annar mál. En þannig að formaður, ég ætla að vera formaður allra. Landsbyggðar og höfuðborgar. Einmitt. Já, formaður allra reka borgina betur. Ég má til með að spurja nú hefur verið smá, ég var að segja fylkingastríð hjá Sjálfstæðisflokknum í borginni, ekkert smá. Nei. Hvernig getur þú sameinað flokkinn í Reykjavíkurkjördæmi? Það er alveg ljóst að það er eitt af stóru verkefnunum og fyrstu verkefnum nýs formans að það er að sameina fylkingar í flokknum og að ná borginni í næstu sveitarstjórnarkosningum. Ég tel að við sem í dauðafæri til þess. Það er nú eiginlega allt komið hund og köttinni í borginni og það er nú varla hægt að keyra á milli húsa. En núna komið nýju meirihluti sem ætlar að laga þetta. Ég hef ekki mikla trúið en ég tek ofana fyrir þeim fyrir að reyna það. En þessi sami hópur er nú eiginlega búin að vera að stjórna borginni í mörg ár og ég veit ekki hvað að breytast núna í þessari viku.
en það varla hægt að keyra milli húsa, varla hægt að koma börnum á leikskóla, það þarf að byggja húsnæði og það nú byggt á öllum grænum reitum sem finnast inn í görðum liggur við hjá fólki og ef það eru byggð hús að þá eru þau byggð inn á svölum hjá fólki í Breiðholtinu. Þannig að ég held að það sé hægt að stýra borginu og það vanti meiri sýn, framtíðarsýn fyrir borgina og ég til dæmis eina af þeim sem algjörlega móti því að fara eða færa Reykjavíkurflugvöll. Ég vil að flugvöllurinn verði áfram í Vatnsmýrinni og það ekki mikið, það búið að þvælast hér fyrir fólki langa tíma að höggva ykkur tré. Þetta nú meiri verk kvíðin. og ég þekki enga borg eiginlega á Vesturlöndum þar sem ekki flugvöllur. Nei. Þannig að við búum með mikið landrými á Íslandi. Já. Og þá held ég að við þurfum nú ekkert að vera byggja í Vatnsmýrinni, við ættum bara að leyfa flugvöllum að vera þar, en það tel ég að það mun kosta örugglega yfir 300 milljarða að byggja nýjan flugvöll og það nú svona, okkur vantar núna 300 milljarða tæpa bara til þess að koma vegakerfinu á Íslandi í sæmilegt horf, þannig að við erum bara með takmarka fé og ég held að við getum varið því fé betur heldur en að ætla að fara að byggja nýjan innanlandsflugvöll og við höfum bara að samanast að flugvöllurinn þar sem hann en það byggðum við líka nýjan landspítala í nálægð við hann og ég held að borgin ætti að horfa til annarra að brjóta land á öðrum stöðum með þarna og það verður að brjóta meira land og byggja meira í Reykjavík. Algjörlega. Ég reyndar, ég alveg sammála með Reykjavík en samt, ég velti fyrir mér, ég horfði þannig á hlutina að ég hugsa bara, ef það væri ekki flugvöllur þarna núna og þetta væri bara tómt svæði, þá væri engin eitthvað, það verður að vera flugvöllur þarna. Það sést þarna að það eina sem make a sense þarna flugvöllur. Held ekki, en það sem hann þarna og eins og segir, við getum eitt peningunum í eitthvað miklu betra núna. Þannig að, já. Hver þín skoðun á aðferðinni gegn einkabílnum? Hefur gaggerð? Ég nú svolítið bílamannskja bara við gera það. Ég utan á landi og ég með þess að því ég kendi Reykjavíkur þá væri ég ægilega fúl ef ég get ekki lagt beint fyrir fram að búðina sem ég að fara í og eins og við gerum í Hveragerði eða Selfossi eða annars staðar og ég þeirra skoðunar að við búum í harðbýlu landi með válynd veður. Það nú eiginlega alltaf lárétt rigning og eins og í hugmyndum borgarlínu að það verði aldrei meira en 400 metrar á milli frá stoppustu og þess stað eða þíns heimilis og 400 metrar nú einn íþróttavöllur og það getur nú tekið svolítið tíma að ganga hann fyrir marga í brjáluðu veðri og ég hef alltaf sagt einkabíllinn eða bíllinn úlpa. Þetta úlpan okkar á Íslandi, þetta skjólið okkar og ég held að við munum alltaf nota einkabíl. Þess vegna það getur vel verið að orkugjafinn sem við notum hann breytist. Kannski verður meiri hluti borgarbúa að fara að nota rafmagnsbíl, fólk sem ekki mikið að fara í lengri ferðir, þá það kjörið. En það verður alltaf bílar vegna að þetta úlpan okkar, þetta skjólið sem okkur gefið eða við sköpum okkur. Og þess vegna algjörlega út í hött finnst mér að vera að byggja hús þar sem 0,3 bílastæði við hverja íbúð. Algjörlega sammála því. Við þurfum úlpur á Íslandi. Já. Og á þessum tímum þar sem að vera að kalla eftir aukinni sjálfbærni, þá spyr maður sig hvort það sé ekki hægt að samnýta þessar úlpur meira. Það þarf kannski ekki 2 úlpur per heimili en kannski eina og svo getur fólk deilt annarri úlpu saman og það verður erfiðara ef við ætlum að þrengja alla götu niður í ekkert jafnvel. Sem við erum búin að gera setja strætóstoppistöðar á veina. Já, það annar mál. Punkt af því að ég veit að ég ekki að koma á hjóli til Reykjavíkur Hveragerði. Nei, þú ert ekki að gera það? Nei, ég hef aldrei gert það. Og fyrir marga að kannski að ætla að fara á reiðhjóli og Breiðholti í vinnunni í Borgartún og þú þarft að skutla krakka líka á leikskóla. Þetta bara svolítið mikið mál og þegar bara sunnlest slagveður eða bylur eða bara frosthörkur og annað. Þannig að mér finnst gott að sitja í bíl. Þetta ætti samt að vera bara bæði íbúabyggð hjá Reykjavíkurflugvelli og Landspítalinn eins og Sigmundur Davíð og Sigur Ingi töngluðust á hefði bara að vera einhvers staðar allt annar staðar. Ég allavega þar.
En ok, þetta búið að gert. Já, við skulum bara fara okkur í aðra sálma, þetta var virkilega áhugavert. Fórum hans í borgarmálin. Já, gott Orka náttúrulega er gott innslag. Já, auðvitað kemur því sem við vorum að ræða við. Þeir eru með rafhleðslustöðar út allan bæ, hraðhleðslustöðar. Rétt. Þeir eru enga stund að þessu. Þú blikkar 100%. En sem voru þeir líka með heimahleðsluna. Þeir eru líka með hana leifur. Og Guðrún, mætti ég gera svo frækkur spyrja, áttu rafmagnsbíl? Já, ég har rafmagnsbíl. Já, vel gert. Ég er búin að eiga rafmagnsbíl í 3 ár og ég get nú, ég sagði ykkur það ekki síðast en að þetta er dýrasta atkvæði mitt. Já, þegar ég var í prófkjöruna þarna voru 21 þá var ég hjá Kjartani Steinarsinni bílasal í Keflavík og hann var nú eitthvað efist að kjósa mig í prófkjörunni og ég sagði hann, heyrðu Kjartan, þú bara kýst mig og ég skal kaupa þér bíl. Já. Og þetta voru bara 8 milljónir. Gerst ekki bara myndaðar og tókst allir Tómasar á þetta? Nei, ég keypti sem sagt að Kjartani Steinarsinni alveg frábæran rafmagnsbíl og ég er búin að vera á honum í 3 ár og búin að keyra hann hvað held ég, 90 og eitthvað 1000 kilometra? Nei, ég er búin að vera á honum, tæp 3 ár. Já. Og frábær bíl og það er alveg ótrúlegt að eiga bíl og búin að eiga bíl þetta lengi og þú er aldrei farið á bensinstöð. Nei, það er áhugavert sko. Það er náttúrulega Líka ef þú getur átt rafmagnsbíl í Suðurkjördæmi, þá getur átt rafmagnsbíl allstaðar. Ég ætla aðeins að fá að vera heiðaleg. Því að litli mólinn minn sko, hann fær bara að borða heima hjá sér. Já. Ég held ég hef aldrei farið á hleðslustöð með hann, honum er bara stungið í samband heima, því að svo á ég þetta díseldrusli sko. Já. Þú getur ekki búið í Suðurkjördæmi nema eiga einn dísel Hilux. Það vantaði eitthvað þarna. Já, ég var geggjaðan dísel Hilux sem að ég noti í lengri ferðir. Já, trúi því. Já. Laglegt. Annars værum heila eilíð að þessu reyndar. Sko, að formanslagnum sjálfum, þessi barátta, hún er búin að vera ansett drengileg, verður það að segja. Kannski ofdrengileg. Er það? Já, svona mesta. Það var að gusta aðeins fundin daginn. Mér finnst það búið að vera mjög drengilegt, allavega milli þeirra tveggja og upplifa það sama með Bjarna og Gulla og ég veldi fyrir mig hvort að sé, auðvitað er það frábært en við sem erum að fylgjast með þessu viljum auðvitað að sé svona smáir yfirildi og slægir inn á milli en maður veldi fyrir sér sko, er hægt að hafa eitthvað annað en drengilega kosningabaráttu af því að annarkor ykkar þarf svo að vinna með þeirri sem að vinnur sko. Mér langar að fletta á hana svo öll að segja finnst þetta hafi verið drengileg baráttu hingað til? Já, við höfum lagt okkur í líma við það, ég og Áslaug Arna að heyja drengilega og heiðarlega kosningabaráttu og við viljum báðar geta gengið stoltar frá borði á sunnudaginn þegar þessum landsfundi lýkur og við höfum talað saman og ef það hefa komið upp einhverjum hnökrar þá hefur við bara heyrt í hver annari og ég meina við erum búin að þekkjast í mörg ár og við erum samherjar og við berum hag flokksins okkar náttúrulega ofar öllu og við viljum ekki hafa okkur með þeim hætti að það skaði orðspor sjálfstæðisflokksins. Þannig að við höfum verið að vanda okkur og ég held að það sé bara gott en svo held ég bara okkur þykir vænt hvora aðra líka. Já. Það ætti kannski að heita stúlkuleg barátta? Já, mögulega stúlkuleg barátta. Strákarnir eru nú ekki alltaf svona. Nei, það er bara frábært að sjálfstæðisflokkurinn sé loksins að fá konu í fararbroddi en maður sem velti fyrir sig að því að við spurðum í byrjun þáttar munurinn á þessari kosningabaráttu og annari baráttum öðrum baráttum að þarna ertu einmitt að bjóða fram á móti aðalega sem ert að fara að vinna með sama hvað, öðru í segjan þú getur talað illa vinstrið og aðra flokka eins og þú vilt sko, en þarna þetta að þið eru samherjar en samt einhvern veginn að berjast. Við erum með þetta berjast að sama markmiði. Það verður bara einn kjörum formaður á landsfund og sunnudaginn og það er alveg áherslu munur á okkur en eins og ég sagði áðan að þá leggjum við okkur í líma við það að sjálfstæðisflokkurinn sem heild komi vel út af þessu og ég finn það alveg í þessari kosningabaráttu og að þegar ég tala við fólk að það eru allir orðnir mjög þreyttir á átökum, það eru allir orðnir þreyttir á fylkingum og mjög margir bera þá von í brjósti að núna verði breyting á og ég held að allavega þegar ég tala fyrir mig að þá mun ég gera allt sem er mínu valdi stendur til þess að draga línu í sandinn og að því þú nefndi borgina hérna áðan að við svona berum klæða á vötnin og setjum svona kannski baráttu sem hefur verið svolítið einstaklingsleg
að við setjum hana til hliðar og vinnum fyrir heildina í meira mælin áður. Já, sko, Leifur kom aðeins inn á þetta áðan, en það er ekki talað það vita allir, það eru fylkingar innan Sjálfstæðisflokksins, minna það voru 2 kosningaskrifstofur í Reykjavík sem bara heyrist ekki í öðrum flokkum. Sko, í hvaða fylkingu ert þú í Sjálfstæðisflokknum? Ég í einni fylkingu í Sjálfstæðisflokknum og hún heitir Sjálfstæðisflokkurinn. Já. Ég hef aldrei verið neinni fylkingu. Ég bara í Hveragerð, sko. Og það engin fylking í Hveragerðin en bara Sjálfstæðisflokkurinn. En ég hef alveg fundið það að það rosaleg tilhneiging og mikill vilji hjá fólki til þess að hólfa alla niður. Og ég hef til dæmis bara alltaf stutt Bjarna Benediktsson og verið ötull stuðningsmaður hans. Ég stutti hann á síðasta landsfundi til dæmis og gaf það út opinberlega. En ég hef líka þekkt Guðlaug Þórðarsson í mörg ár en ég hef aldrei unnið með honum fyrir en að ég fór á þing. Nei. Og hann bara vinur minn, rétt eins og Bjarni. Og Áslaugu vinkonu mín og Þórdís vinkonu mín og Hildur og Bryndís og Villi og Jón og bara allir þingflokkurinn. Þannig að mér líkar ekki þegar verið að reyna að draga mig í einhverja fylkingar en auðvitað ger ég mig grein fyrir því að þegar ég komin í svona baráttu eins og núna þar sem eru 2 frambjóðendur að berjast þetta embætti að þá óhjákvæmilega þá myndast fylking í kringum mig og það myndast fylking í kringum Áslaugu. Það óhjákvæmilegt. En síðan kemur niðurstaða og við munum fylgja okkur þann formann sem verður kjörinn á landsfund á sunnudaginn og ganga saminuð út í Laugardalshöll. Já, en sko, þetta mjög falleg sín og vonandi verður þetta svona en maður velti samt fyrir sér óháði hvort að þú verður kosin eða Áslaug þessar fylkingar verða líklega áfram til staðar eða eitthvað? Ég ekki viss um það. Ég ætla að vona ekki og eins og ég segi, ef að ég verð kjörinn formaður á landsfundi á sunnudaginn þá mun ég gera allt sem í mínu valdi stendur til þess að bera klæði á vopnin og fá okkur til að ganga í sameiginlegum takti. Já. Eins og ég segi, það eru allir orðnir hundleiðir á sig. Já, hundleiðir og ég held líka bara og ég fekk bara skilabóð áðan og labbaðar út sko bara, það svo mikið af fólki sem að fara frá Sjálfstæðisflokknum af því að það bara nennir ekki svona, af því að þetta fylgist maður meira með Sjálfstæðisflokknum með öðrum flokkum en þetta einhvern veginn ekstra mikið í Sjálfstæðisflokknum alltaf bara, já, hann Gullamaður, hann Bjarnamaður hefur loðað vel, en það líka gaman og jákvætt að sjá, sko, mín upplifun á umræðinni að það eru mjög margir sem er kannski ekki margir og ekki jafn margir og oft áður sem eru búin að gera upp hugsin heldur ætla bara að mæta á landsfundin með opinn huga og hlusta á ræðurnar. Finnurðu það? Já, ég finn mjög margir nefna þetta að þeir ætla að ákveða sig á landsfundinum og ég held að það hafi alltaf verið þannig. Það hafi alltaf verið einhver ákveðin hópur sem hefur gert það. Þú ætlar ekki að smala inn eins mörgum og þú getur og... Eru þið ekki báður á því? Nei, ég allavega ekki að því. Nei. Ég ekki að því. Ég hef bara ekki hringt í einn einasta mann og beðið hann að fara á landsfund. Ekki einn einasta. Nei. En kannski eitthvað fólk sem eru í vinnu fyrir þitt frambóð eða eitthvað? Já, það hefur allavega ekki verið eftir mínu boðvaldi. Bara alls ekki. Nei. Og hér eru félög. Það eru félög allt land, félög í Reykjavík, mörg hverfafélög. Þau velja sína fulltrúa og það myndi bara aldrei hvarfla að mér að fara að skipta mér að einhverju lýðræðislegu félagi og hafa afskipti af því hvernig það vinnur. Bara aldrei. Nei. Það finnst mér ekki lýðræðislegt og ég treysti bara félögum mínum í hverfafélagunum til þess að velja sína fulltrúa, vanda sig við það og gera það vel og ég ætla að vera síðasta manneskjan til að hafa skoðun á því. Já. En mér langar að bæta við að þið voru að tala um borgina og þann ágreining og þú nefndir að hér hefur verið 2 kosningaskrifstofur, 2 kosningabarátur. Auðvitað það skrítið og það bagalegt. Og ég hef sagt það nokkuð lengi að meðan að við sjálfstæðismenn hugum okkur eins og við höfum gert í borginni í nokkuð langan tíma í 2 fylkingum, þá munum við aldrei nokkuð tíman ná völdum í borginni. Nei. Af því við erum ekki lið. Við erum ósamstiga. En þá spurning hvort að prófkjör sé málið sko í borginni. Ef við tökum bara borgarflokk, sjálfstæðisflokk sem dæmi, að þá þetta bara kom með 3 klofin flokk á einhverju málum sko. Kannski þarf bara að handpikka þetta. Það finnst okkur sjálfstæðismönnum ekki góð leið, ekki góð hugmynd og við höfum nú séð að flokkar hafa gert það og handpikka fólk á lista, samfylkingin var nú til dæmis að því. Auðvitað það kannski ákjósanleg staða ef að formaða flokks getur bara valið fólki sem verður í þingflokknum, getur valið nákvæmlega bara sína leikmenn á þessum leikvelli. Ja, þeir enda alltaf með lyklana, þannig að eitthvað að gera rétt.
ekki alltaf með lyklana. Samfylkingi var nú bara að fá lyklana á stjórnarráðinu núna í desember. Sko, Dagur B. er búin að vera með lyklana síðan ég byrjaði að fylgjast með allavega. Eða Samfylkingin, já. Já, í borginni. Ég er að tala um borginni. Já, fyrirgefðu, ég var að tala um landsstjórnina. Já, sorry, já. En sjálfstæðismenn samt voru stærsti flokkurinn í síðustu kosningum. En það líka alvarlegt þegar ekkert stjórnmálaafl annað vill vinna með okkur eins og gerðist í borginni. Og þessu þarf líka að breyta. Já. Og ég hef sagt það að staðan í sjálfstæðisflokknum núna að við erum í vanda. Við fengum lélegustu kosninganiðustu í sögu flokksins í kosningum 30. nóvember. Fórum undir 20% sem hefur aldrei gerst áður. Og við getum bara núna einhvern veginn valið það að þetta sé bara svona. Þetta sé bara orðin eitthvað fasti að við verðum eitthvað 17, 18, 20% flokkur og við ætlum bara að gera meira því sama. Getið skilt ykkur á baka komum margir flokkar og svona og bara já, sumir segja það að þetta sé bara nýju veruleiki, margir flokkar og það verði aldrei þannig að sjálfstæðisflokkurinn verði stór breiðfylking aftur og við getum líka ákveðið bara já, þetta hlýtur að reddast, við gerum bara meira því sama. Ég er ekki á þeirri skoðun. Við erum á tímamótum núna og tímamótum það er eins og ákveðna krossgötur og þú þarft að velja í hvaða átt ætlar að fara. Og núna höfum við það í hend okkar að ákveða það í hvaða átt við ætlum að fara með sjálfstæðisflokkin. Ég er að segja það, við skulum stíga núna skref tilbaka, við erum komin í stjórnaranstöðu kjöri tækifæri til þess að leita inn á við, finna tilgang sinn aftur, fari ræturnar í gildin, í stefnu flokksins sem að stendur enn fyrir sínu. Finna aftur bláa hjarta slá. Já. Og ég hef fulla trú að því að það sé jarðvegur úti fyrir stefnu sjálfstæðisflokksins en fólk hefur bara ekki vilja að kjósa okkur og ef það vill ekki kjósa okkur þá er það vegna þess að það skortur á trausti og það er okkar núna sem í stefni stöndum og þar með nýs formans að leiða áfram, að vera leiðandi í þeirri vegferð að byggja upp traust þannig að fólk finni að það geti treyst okkur hvort sem að það er í landstjórninni, borgarstjórninni eða sveitarstjórnum vítt og breytt landið og ég er tilbúin í það verkefni og ég bara hlakka til. Já. Vegna þess að mér finnst alltaf skemmtilegri í Brekku. Já. Og núna erum við í Brekku. Sko með þess að Áslaug viðurkenndi, hún kom til okkar fyrir mánuðum, sko að það er einhvern veginn talað bara á öllum götum, öllum kaffihúsum að sjálfstæðisflokkurinn sem svo spiltur og með þess að hún tók undir og sagði bara þetta er bara eitthvað sem við þurfum að laga. Það sé alltaf talað sjálfstæðisflokkinn og spillingu í sömu setningu. Já, og ég hef verið í kosningabaráttu þar sem fólk hefur bara sagt blákalt framan í mig, nei, ég ætla ekki að kjósa eitthvað svona spiltan elituflokk. Og þá spyr ég, hvar er elitan og hvar er spillingin? Og þá kemur þá er fátt svör. Já. Ég til dæmis upplifi ekki að ég sé hluti af ykkur elitu eða hluti af ykkur spillingu. Og ég held að fæsti sjálfstæðismenn geri það. Og þess vegna er það okkar eins og ég segi að byggja upp traust að ná aftur eðlilegri jarðtengingu við fólki í landinu. Ég vil sjá sjálfstæðisflokkin sem sterkan sjálfstæðisflokk, stétt með stétt. Einhver kann að segja, þetta nú bara eitthvað fortíð að þrá og verður aldrei aftur. Ég held að það geti orðið aftur. Mér langar að fá að spreita mig á það verkefni og ég sannfærð það að úti í samfélaginu að þá er fullt af fólki sem getur máta sig vel við stefnun okkar en aftur það er okkar og er í okkar höndum að byggja upp traust á nýjanleik. Hrista af okkur eitthvað orðspor sem að ég tel að sé ekki fótu fyrir. Að því tölum spillinguna á kannski margir sem benda á sérhagsmunagæslu er að vera sjávarútveginn og krónuna. En bara eiginlega aðalega það. Já. Ég meina að það hlýtur einhvern rétt á sér eða eitthvað. Ég ætla ekki að hafa mörg orð það. Hins vegar er það þannig að sjávarútvegur hefur verið ein megin stoðin í íslensku atvinnulífinu bara fram til þessa dags. Og þetta er nú svo atvinnugrein sem hefur að halda í lífi í okkur þjóðinni var lengi vel langstærsta útflutningsgrein þjóðarinnar. Þannig að það er ekki óeðlilegt þó að stjórnmálamenn á hverjum tíma fyrir sig hafi talað fyrir sjávarútvegi á Íslandi. Ég vil samt benda á það að í dag er iðnaður orðin langstærsta útflutningsgreinin, skapar 700 milljarða í útflutningstekjur og ætli að sé ekki 50.000 mann sem starfa í iðnaði á Íslandi. Næst stærsta útflutningsgreinin er ferðaþjónusta með 600 milljarða
og 30.000 starfandi í greininni. Þriðja stærsta útflutningsgreinin sjávarútvegur með 350 milljarða og 9.000 starfandi í greininni. Og svo erum við komið með fjórðu stóðana sem við getum verið afskaplega stolt af, sem núna líklega að slá í 300 milljarða sem hugverka gerin. Og þar eru við að virkja hugvitið og þið sjáuð það muna 50 milljörðum á sjávarútvegi og hugviti. Hver hefði trúað því fyrir 50 árum að sjávarútvegur væri bara að verða fjórða stærsta útflutningsgrein þjóðarinnar? Og þetta gott. Það gott að við fáum fleiri stoðir, það gott að við séum, að því við höfum alltaf verið svo auðlindadrifið hagkerfi. Þannig að þegar að koma hvað maður að segja, toppar eða hæðir og lægðir í því, að þá hefur það haft svo gríðarlega mikinn áhrif efnahagslega á Íslandi. Núna til dæmis loðnubrestur. Það var reyndar verið að gefa út, held ég, 8.000 tonn í síðustu viku, en það mjög lítið. Það tekur þið valla að senda skip eftir þessu. Þannig við getum sagt að það sé loðnubrestur. Og við erum ekki einu svona að tala það. Það enginn að tala það. Það hefði verið stórfrétt Þetta hefði verið stórfrétt fyrir nokkrum árum. Og þess vegna, að því við erum búin að tala mikið það hér, að Sjálfstæðisflokkurinn tengdur atvinnulífinu. Ef þú tengdur atvinnulífinu, þá talar þau fyrir atvinnugreinum í landinu. Þú talar fyrir iðnaði, þú talar fyrir ferðaþjónustu, þú talar fyrir sjávarútvegi, þú talar fyrir hugvitsdrifnu hagkerfi sömuleiðis sem á öðru. Og þegar sjávarútvegurinn hefur verið eiginlega eina stoðin, að það óhjákvæmlega talar mikið hana. En núna erum við bara að sjá gríðarlega breytingu. Og ég held að áherslan og pólitíkinni þá á að verja svona mikið sjávarútveginn, það liggur bara í hlutarnir seglega, það vægi minkar. Það ekki? Er það ekki svolítið nýr veruleiki? Að við erum svolítið að tala krossgötur og tímamót. Það hlýtur að verða nýr veruleiki. En við eigum gríðarlega öflug sjávarútvegsfyrirtæki sem við getum verið stolt af og mér langar að nefna í því sambandi að þegar ég var formaður samtaka iðnaðarins að þá letum við gera skýrslu þar sem að við könnuðum svona hliðar áhrif sjávarútvegs á iðnað í landinu og þá kom í ljós að íslenskur iðnaður eða iðnfyrirtæki voru þá, þetta ef ég man þetta rétt, ég held að þetta séu 10 ár síðan við vorum að skoða þetta, að það var á 300 milljarð sem að sköpuðust tekjur svona í hliðargreinum, þá ég að horfa á Marel, Skagan, 3X, Völku og fleiri fyrirtæki sem að urðu til vegna sjávarútvegs og þetta eru við að sjá líka í kringum álfyrirtækin að það kannski 500 manns að vinna innan girðingar í Straumsvík en það eru vel yfir 1000 manns að vinna utan girðingar en lifa á þessari starfsemi. Þannig að atvinnulífið á Íslandi sem betur fyrir bara að breytast, það er að vera miklu fjölbreyttara sem gott vegna þess að ferðaþjónustan þetta líka auðlindadrifin atvinnugrein þar sem að við þurfum að treysta á landið og þegar að koma áföll eins og þetta Reykjanesi þá hefur það gríðarlega áhrif. Það hefur gríðarlega áhrif þessar lokanir sem á orði í Bláalóninu og ef að Bláalóni lokar að þá verður tekjutap hjá einhverjum á Ísafirði sko. Heldur betur. Eða einhvers staðar annars staðar á landinu. Þannig að við eigum að vera ofboðslega þakklátt fyrir það. Okkur hefur tekist á nokkuð skömmum tíma að byggja miklu fjölbreyttari stoðir undir verðmætasköpun í landinu og það miklu meira öryggi fyrir þjóðina. Þannig eða vera áfulli á einum stað að þá getum við svona farið léttara í gegnum það en áður. Bara þegar síldin hvarf hérna rétt fyrir 1970 þá var bara neyðarástand í landinu. Þá fluttu fleiri þúsundir frá Íslandi til Svíþjóðar og jafnvel til Ástralíu. Vegna þess að það var engin vinna. Nei, einmitt. Manandi því. Eigum við að skála í Búdvar og klakka fyrir skál fyrir því. Bæði sjávarútveginum og öðrum auðlindum. Fyrir ekki öðrum skál fyrir atvinnulífinu. Já, og bara fleiri stóðum atvinnulífsins. Skál. Tjóðal tökum þeim fagnaði maður. Sko talandum líðræði. Tekniska gullið. Tekniska gullið Búdvar. Er þetta ekki framleitt á Árskógsströnd? Jú, mikið rétt. Heldur betur maður. Skarplega athugað.
súrsegjum Íslensk framleiðsla. Íslensk framleiðsla. Það á ekki að vera að flytja inn vatn. Ég skil ekkert í þessu af hverju vera að flytja inn vatn. Við hefum nóga vatn í þessu landi. Heyr. Sko, talandi lýðræði, við erum mikið búin að tala lýðræði sem þetta. Sko, hvernig finnst þér lýðræði að vera á landsfundi Sjálfstæðisflokksins? Finnst þér sanngjarnt hvernig kerfið núna? Hvernig formaður kosin? Ég finn núna að það alveg gríðarlegur áhugi á þessum landsfundi og kannski ekkert óeðlilegt. Við erum búin að vera með farsælan formann sem hefur setið næst lengst allra formanna flokksins í tæp 16 ár og Bjarni Benediktsson og núna þegar hann hefur ákveðið að hverfa úr stjórnmálum að þá vilja hvernig á ég orða það, þá verður mikið vilji hjá fólki til að taka þátt í þeirri umbreytingu sem nú eiga sér stað. Þetta þýðir að það eru margir sem vilja koma að fundinum, þið verður að afsaka, ég er með smá rópa bara hérna úr klaka, en vilja fá að taka þátt í þeirri lýðræðisveislu sem það að velja sér nýja forystu. Og við finnum það núna, það verður með þáttaka á sem fundi helgina. 2200 manns munu mæta í Laugardalshöll. Það ekkert annað stjórnmálaafl á Íslandi sem kemst með tætnar þar sem við erum með hælana. Nei. Og við gætum held ég auðveldlega verið með á milli 3 og 4.000 manna fund. Já, hæglega Svo mikil ásóknin að komast á landsfund. En það komast ekki allir. Og nú fann ég það sérstaklega í hringferðinni að það mikil óánægja með það. Þetta fyrirkomulega hvernig við veljum forystu. Og ég hef sagt það að ef að ég verð formaður Sjálfstæðisflokksins á sunnudaginn að þá vil ég skoða þá mjög vel hvort að það sé ástæði þess og möguleiki að við breytum stjórnskipulagi flokksins þannig að við breytum því til dæmis hvernig við veljum forystuna. Að við gefum fleiri tækifæri til þess. Og það getum við, ég hef nefnt sem dæmi á fundum að það getum við gert til dæmis með því að skoða það að þú getur fengið að kjósa ef þú ert búin að vera í Sjálfstæðisflokknum í einhvern x langan tíma. Þú getur ekki bara verið að skrá einhver jóna. Þá ekki hægt að smalinn. Þannig að þú getur ekki kosið nema þú sért búin að vera í flokknum í að lágmarki 3 eða 4 ár, ég nefni sem dæmi. Þú getur ekki kosið nema að þú hafi greitt félagsgjöld til þíns félags í 3 eða 4 ár. Þetta eru bara kríteríu sem eru ákveðnar. Þú getur ekki greitt ef þú skuldar félagsgjald núna, eins og síðasta ári eða eitthvað þannig, þú getur ekki sagt ég borgaði síðustu 10 ár en ég borgaði ekki þetta eða eitthvað slíkt. Þetta eru bara kríteríur og það auðvelt að sammælast hverja þær eiga að vera. Og ef að þú uppfyllir þær, þá færð þú aðgang kannski inn í rafrænt kerfi, þetta einu sinni 21. öldin og þú færð að taka þátt í kosningu. Þetta svona bara hugmynd sem að ég hef nefnt við marga og mörgum hugnast vegna þess að það bara, ég vil efla virkni í Sjálfstæðisflokknum og það mikill vilji og þrá hjá fólki að taka þátt og þá vill fólk fá að taka þátt í því að velja hver formaður Sjálfstæðisflokksins. Algjörlega. Ein í framhjálpið fengum þessa frá nokkrum ritturum sem við þökkum alltaf fyrir góða spurningar. Þú varst í góðu viðtali hjá Stefán Einari, kollega okkar, fyrir helgi ásamt Áslaugu. Þar var að tala að henni hefði verið beitt vettlingatökum en að þú hefði fengið alvöru á að tala Helga Magnússon í gott korter og fleira. Finnst þú einhvern veginn vera að etja kappi við eitthvað ofurefli? Eru menn búin að setja sig í fylkingar þarna? Nei, ég ekki að keppa við eitthvað ofurefli held ég. En þetta viðtal var bara eins og það var og ég kvenka mér ekkert undir viðtölum sem ég fyrir í að spurningum sem ég fæ. Slóðu þið eitthvað út á laginu? Nei, kannski sló mig aðeins út á laginu hann á tímabili en svo fann ég nú bara taktin aftur og það voru þarna spurningar sem ég átti kannski ekki alveg vona að fá í þessari baráttu sem ég í núna. En Stefán Einar var á því að það þurfti að fá svör við þeim og ég reyndi að svara þeim eftir bestu getu. Og mér þótti auðvitað sérstakt að vera einhvern veginn að draga inn í þetta formansframboð Sjálfstæðisflokksins fyrrum formann samtaka iðnaðarins sem að jú, ég átti ágæti samstarf við þegar ég kom inn í stjórn samtaka iðnaðarins en það nú maður sem ég hef ekki talað við í mörg ár og ekki í samskiptu við þannig að það kom mér að svo óvart og ég veit nú ekki bara hvers Helgi á að gjalda eða
En það nú bara önnur saga og ég hef ekkert að fela í samskiptum mínum við nokkurn mann. Nei. Þannig að eins og ég segi, Helgi Magnússon að hann var formaður samtaka iðnaðarins í 6 ár og við vorum þar saman í stjórn í 2 ár og nei, 1 ár fyrir ekki það. Já, ég held að vera 1 ár og hérna við áttum bara ágætis samstarf og hann var síðan í stjórn Lífeyrissjóðs Verslunarmanna og fyrir hönd samtaka iðnaðarins og þegar ég verð formaður samtaka iðnaðarins að þá fer ég inn í hans sæti og hérna þannig að það hafa krossast svona okkar starfsvettvangar eitthvað en ég veit ekki á hverju Stefán Einar var einhvern veginn að draga þetta fram í dagsljósi eins og það var eitthvað grunnsalegt við það að ég hefði einhvern tímann setið með þessum einstaklingi í stjórn samtaka iðnaðarins. Ég hef bara setið með mörgum einstaklingum í alls konar stjórnum og það myndi nú fylla heilan podcast þátt ef við ætlum að fara að draga það fólk allt hérna fram. Ég ætla að spila eitt myndbrot núna Nei, ég ætla að segja þegar Stefán Einars ég ætla að spila myndbrot þá fer fólk að signa sig sko. Talandi þetta sko, við spurðum Áslaugu að þessu þegar hún kom til okkar pappinar stjórnarformaður Mokkans og Guðberga Matthíasdóttur í Vestmannaeyjum útgerðinni sko, þetta kjörís á móti útgerðinni þessi formannslagur? Það held ég nú ekki. Kjöris er nú bara... Nei, þetta þetta mjög hlægilegt. En hérna, Kjöris er nú bara lítið fyrirtæki í Hveragerði og á ekki róði í útgerðina, sko. Nei, það var Davíð á móti Góliat. Nei, þetta er bara formannslagur. Ég þetta bara flokksmaður í Sjálfstæðisflokknum. Já. Og ég ákvað bara að bjóða mig fram og hérna, mitt framboð var nú eiginlega bara til við eldhúsborðið heima hjá mér og þetta er búið að vera mjög heimilislegt og svo fyrsti sem að ég hringdi í og svona baðum að koma aðstofa mig og það var vinur minn Friðrik Sigurbjörnsson sem að hefur farið með mér í gegnum allar kosningabaráttur og prókjör og er reynslubolti hvað það varðar og svo er nú fasteignasalinn í Hveragerði hún Elín Káradóttir sem að hefur sömuleiðis hjálpað mér og hún fór með mér hringferð og síðan keyrði sonur minn mig allan hringinn og síðan þetta þegar ég tilkynni framboð í hérna salnum í Kópavogi Tróðfylltir hann? Já og vel gert að aldrei í Kópavogi líka Er það ekki? Jú, já ekkert eitthvað Hveragerði kjaftaði Mér langaði alveg rosalega mikið að vera í Hveragerði en það var bara búið að vera svona vont viðdagana undan og ég hugsaði bara ég er ekki viss að margir á höfuðborgarsvæðinni muni leggja á sig að fara yfir Hellseyjuna þannig það er betra að Guðrún fari bara því ég er alltaf að því en sko ég hafði ekki hugmyndum þegar ég boðaði til fundar að einhver myndi jú ég vissi að einhver myndi koma ég vissi að fjölskyldan kæmi að því ég var búin að skipa þeim að gera og ég vissi að Friðrik kæmi og Elín og einhverju hvergeringur og einhverju starfsmenn og einhverju kjördæminu mínu og svona og ég var búin að segja við fólk ég verð bara alveg rosalega glöð að koma svona 200-250 manns en þegar ég steig fram í salinn og hann er tróðfullur og það komist ekki allir inn og ég horfi bara yfir sal sem er á 700 manns þá var ég alveg orðlaus og ég var líka svo glöð að sjá að það var fólk á mjög breiðu aldurspili og fólk á öllum stéttum verkamaður stóð þarna við hliðin og stórforstjóra og það fór vel á með þeim og bara stétt með stétt ég fekk svona hlýtt í hjartað og ég horfði yfir hópin og sagði þetta er Sjálfstæðisflokkurinn sem ég hef fyllt alla ævi stétt með stétt og bara til að slúta þessar spurningu sko að því að þú ert búin að tala um að þú ert ekki hlutur einni elítu, þú ert bara í Sjálfstæðisflokknum og ert bara þarna að gera þitt eru engin elíta í Sjálfstæðisflokknum eða ertu bara að segja að þú sett ekki í elítu? Ég ætla ekki að tala um Sjálfstæðisflokkin sem einhvern elituflokk. Nei, en hann talaður um það út á götu, sko. Já, hver ákvað það? Já, og hver skilgrindi það? Við Sjálfstæðismenn eigum að hætta að láta aðra skilgreina okkur. Ég hef talað fyrir því núna í mínu framboði. Ég vil breiða út faðminn. Ég vil að Sjálfstæðisflokkurinn verði aftur breið fylking fólks úr öllum áttum, stétt með stétt. Að Sjálfstæðisflokkurinn verði stærsta stjórnmálaafl á Íslandi, stétt með stétt. Og ég hlakka til að fara í þetta verkefni. Já. Við tölum um að þetta hefur vonbrigði í síðustu kosningum fyrir 20% í fyrsta skipti. Hversu hátt getur við farið? Hversu hátt getur við leitt Sjálfstæðisflokkin? Ég ætla nú ekkert að fara að vera með getgátur það, en hann á mikið inni. Já, kannski ekki í prósentum en bara já, þú veist.
ég alveg samfærum það að sjálfstæðisflokkurinn á mikið inni og ég held að við getum alveg farið í 30%. Já. Það væri gaman að sjá. Já. Ég bara, mikið verður það ekki erfitt með bæði miðflokk og Viðreisn sem að ná að teygja ansi mikið á sjálfstæðisflokknum. Jú, og ég held að við eigum ekkert að vera að láta Viðreisn og miðflokkin teygja okkur eitthvað í sikkur áttina. Þá verðum við eins og í síðasta ríkisstjórnarsamstarfi að þá vorum við að reyna að teygja okkur vera eitthvað neginn í þessari breiðu spönn. Endar á að vera ekki neitt. Já, og þegar þú ætlar í svona mikla málamiðlanir hvort sem að það er í flokknuðinum eða í ríkisstjórnarsamstarfi þá endaru alltaf í lægsta samnefnara. Og það var það sem gerðist hjá sjálfstæðisflokknum á síðustu 2 kjörtímabilum. Og þess vegna er fólk óanægt með okkur og finnst við ekki hafa staðið í lappirnar, finnst við ekki hafa staðið okkar plikt. Og ef að við ætlum núna í þessari breiðu spönn sem er sannarlega milli miðflokks og Viðreisnar, ef að við ætlum einhvern veginn að reyna að ná algjörlega utanum það, að þá, ég held að það sé ekki farsælt. Nei, líka því að miðflokkurinn og Viðreisn eru svona eins ólíki flokkar og hægt er, þannig ég veit ekki hvern og eftir ná að teygja í að ná þeim báðum, sko. Það er eiginlega bara ekki hægt, sko. Nei, en ég er alveg sannfær það að við getum náð í fullt af fólki sem er í Viðreisn eða hefur verið að kjósa Viðreisn og hefur verið að kjósa miðflokkin en svo verðum við líka held ég bara að skilja eitthvað eftir að þau kom ekki. Ég held til dæmis bara stundum að ég held að Sigmar Guðmundsson í Viðreisn, ég held að hann sé meiri Pírat en sjálfstæðismaður. Já. Og mér finnst Guðbrandur Einarsson vinur minn í hérna Reykjanesbæ sem er í Viðreisn að mér finnst hann vera oft bara svolítið svona kommunist í honum. Já, bara samstöðin bara. Ég held að hann muni nú seint komið sjálfstæðisflokkin. Já, einmitt, já. Klart mál. En Sigurður Andersen í miðflokknum getur alveg komið heim. Já. Það sem hún á heima. Þetta er bara eins og við fengum Þorstein Víglunds og Brynjar Níelsson daginn sem hverju voru saman allt. Sama flokki, sko, bara 100%. Það var meistarar. Meistarar. Talandi meistara, þetta var auðvitað stuttur aðdragandi, eftir að Bjarni lýsið yfir að hann taki flokkin ekki áfram og að því að þú tróðfyllir salinn. Á þeim tímapunkti var ljóst að Þórdís og Gulli væri ekki bjóðað sér fram, spila það einhver leiti inn í ákvörðuna þína? Nei. Þú pældir ekki eins í? Nei, ég var í rauninu búin að ákveða og nú er ég alltaf að segja eitthvað sem ég hef ekki sagt opinberlega. Ég var búin að ákveða að lýsa að boða til fundar og lýsa yfir mínu frambóði sunnudaginn, hvaða mánudag var það? Daginn áður en að Gulli fór í Kastljós. Já, það viðtal. Og það var bara búið að vera svo brjála veður þessa síðustu dag og það var svo vond. Heiðin var ekki fæður? Hún var svona, það var leiðindi á henni og og það var svo vond veðurspá fyrir þessa helgi að ég ákvað að bíða í viku og þá bara kemur Gulli allt í einu fram í Kastljósið og lýsir því yfir að hann ætli ekki fram. Það var áhugavert viðtal að fara í Kastljós til að segja ég tilkynni það að ég ætla ekki fram. Já, það var bara hans ákvörðun og hann fekk, það er greinilegt að RÚV hefur þótt þetta merkilegt þegar þeir bjóðu honum primetime. Ég líka bara Gulli að því ég veit og hlustar á hverju mættir ekki bara hinga og sagði þetta á hverju mættir ríkisfjölmiðlega að segja þetta. Nei, en algjörlega. Nei, ég tók bara þessa ákvörðun algjörlega á mínu forsendum. Og það var ekkert að pæli því hvort einhver annar væri að fara í framboð eða ekki framboð. En eru ekki sko að við reyndum að fá þetta út á Asli og við munum örugglega aldrei fá þetta út á þér heldur sko en það eiga sér samtölstaði, ég meina Þórdís sat í þessum stól sem þú ert í margoft hjá okkur og talaði ég er að fara að bjóða fram í formann og leið og Bjarni hættir, Gulli sagði það líka, svo gerist eitthvað. Þú veist, það er einhver samtöl sem er bara, nei, af hverju breytir þetta fólkum skoðun svona? Ég er ekki að biðja að svara fyrir þau en það er einhver innanhúspólitík sem að þjóðin er kannski að missa af eða eitthvað. Jú, það áttu sér samtölstað, það er alveg rétt. Og fólk talaði saman bara eins og við gerum en svo bara náttúrulega í lok dags þá tekur hver sína ákvörðun og sína forsendum, það er ekki annað hægt. Nei, algjörlega. Ferum okkur yfir í dómsmálaráðara tíman. Já. Og hann er í boði Dokkubit. Ég ætla að byrja að koma með hrós. Þarna systir mín að vinna hjá Útlendingastofnun og hún sagði Guðrún Hafsteinsdóttir er eini dómsmálaráðarann sem tók í spaðan á öllum starfsmönnum Útlendingastofnunar. Það er gaman að heyra. Já. Þetta var ekki eitthvað að kosta þess ég heyrði í eins og sammali stráksins í helgina. Það halda mjög margir að því ég heilsa fólki iðulega með handabati
og það halda mjög margir að þetta sé eitthvað þaulæft atriði hjá mér eftir að ég byrjaði pólitík. En ég bjó í Þýskalandi í 5 ár og í Þýskalandi að þá móðgaru fólk ef þú tekur ekki hendina á því. Það svoleiðis. Þannig að, og börni mín, 2 eldri sem að byggu úti og voru í leikskóla og skólum þar, að þetta bara, ef börnin kennt leið og komið leikskólana, þá heilsaru leikskólakennarinn með handabandi og horfir í augun á viðkomandi og kennaraniðinum, þú fær nú ekki að fara inn í stofu, nema þú ert búin að taka hendina og horfi í augun og bjóða góðan daginn og þú gerir þetta líka þegar þú yfirgefur skólaðinn seinnipartið þá kveður kennarinn með virtum. Og ég held að við fjölskyldan höfum nú bara tað með okkur þetta síðan og þess vegna finnst mér gott að hilsa fólki og ég reyna að hilsa öllum og ég núna að halda fund okkur einasta degi þar sem eru kannski hátt í 100 manns og... Þér lítur að vera illt í höndina í salnum? Nei. Ég náði ekki 600 handamenn. Ég náði nefnilega ekki að hilsa öllum í salnum og mér þótti það alveg rosalega leiðilegt. En og ég munur vonandi ná að hilsa svona 2000 manns í Laugardalshöllinni næstu helgi. Algjörlega. Hvar bjóst í Þýskalandi? Ég var í 2 ár í Bremerhaven, í litlum bæ sem heitir Dorum, mitt á milli Bremerhaven og Cuxhaven og svo var ég í 3 ár í Hamburg. Já, Hamburg, geðveikur staður. En fallegasta borg Evrópu. Vitið að það eru fleiri brýr í Hamburg heldur en í Feneyjum? Nei, það sé ekki. Þetta er Móli. Já, þetta er Móli. Allir þangað. Já, hún er ofsalega falleg og það er gott að búa í Hamburg og bara gott að búa í Þýskalandi. Ég á það til að vera stundum svona, ég er mjög regluföst manneskja og mér líkar þetta þýska orðatiltæki ordnungsmúsæn og ef þú ert þannig gerður að þú vilt hafa hlutinni í röð og reglu þá er gott að búa í Þýskalandi. Já, það er alveg sér kynslóð tegunda fólki sem er svona, ég ætla að lega mér að segja Þýskalandsperrar, ég er þar með talin. Ég veit. Allir búin að komast að því. Frábær staður, nógum það við græðum þetta betur hér í einhvern tíma setna. Já, eða jafnvel næst þegar við fáum Guðrúnu, þá langar maður að taka góða Þýskalandsumræðu, en það er auðvitað margt sem við þurfum að ræða. Við tökum hann á þýsku. Núna á þýsku, já. Javol. Herði, Dokkobit, ný vinnubröð sem spara tíma og kostnað, klára verkefnin á hraðan og einfaldan hátt, undirskrift sem tekur svona, smellur. Sparar pappiskostnað, einfalt, þægilegt. En það sem ég finnst líka þægilegt er að þú þarft þú skráir inn með rafrænum skilríkjum, en eftir það getur þú sendt hlekkin með SMS-ið, þú getur sendt hann í tölvupósti. Þetta er þvæla. Já, bara, þú þarft bara að vera með símanúmer og það er bara nóg, þá er bara farin, græjað, sortið og svo er það TM auðvitað, leggja áherslu á framúrskarandi ráðgjöf þjónustu og þeir skora alltaf hæst í ánægju vöni, þannig bara þannig. Já, þeir líka bara, þeirra motto er bara, ef eitthvað gerist, þá viltu vera á TM. Já, það er bara nákvæmlega þannig. Hvernig og alla þá sem eru að leita sér íbúðuna, tryggja sér þar. Já. Brunatryggingin. Nú byrja grillið. Ég veist nú sér sérstaklega góð. Ertu búin að hita upp eða? Í grillinu, já, ég er að fýra upp því, þú heyrir það, heyrðu snarkið. Guðrún, byrjum á því, þetta mál með Jason, blessa, Svo var nýbúið að gerast þegar hún kom síðast til okkar. Já, það var talað um að láta undan þrýstingi Guðmundar Inga, Guðbrandssonar, varandi þess að Jason brottvísun. Jason brottvísun og einhverju vil menna þetta á endanum sprengti ríkisstjórna. Ef við horfum í baksýnisspegilinn, hefði verið hægt að takla þetta mál öðruvísi á sínum tíma? Ég horfi aldrei í baksýnisspegilinn, aldrei. Þú tekur bara ákvörðun og þú hefur, eins og í þessu tilfelli hafa verið nokkra mínútur til að taka ákvörðun og það er ekki rétt að ég hafi látið undan þrýstingi Guðmundar Inga og ég hefði aldrei gert það og ég hefði aldrei stigið inn í lögregluaðgerð nema bara vegna þess að ég fikk beiðni frá forsætisráðherra og formanni mínum að seinka brottförð þessa einstaklings að beiðni ríkisstjórnarinnar. Og það er bara nokkuð stórt. Það er bara nokkuð stórt þegar forsætisráðherra, formaður þinn og ríkisstjórnin biður að það sé frestað. Vegna þess að þarna virtist vera grunur frá félagsmálaráðherra það að það væri verið að brjóta mannréttindi fatlaðs barns. Og ef að það hefði verið, þá hefði það verið alvarlegt. Þannig að ég tek ákvörðun það að fresta brottför. Ég kalla síðan saman ríkislögreglustjóra og starfsmenn hans
og það farið yfir allt þetta verklag, þannig að seinnipart þessa dags þá gátum við ekki fundið neina meinbugi á verklagi lögreglu þennan morgun eða þessa nótt. Þannig að ég hef sagt það ítrekkað að eftir stendur að fyrrum félagsmálaráðherra Guðmundur Ingi, hann verður að svara því hvaða ástæður hafði hann og hvaðan hafði hann þær að þarna væri verið að brjóta á mannréttindum fatlaðs einstaklings. Hann var ráðherra fatlaðs fólks. Og svo ætla ég bara að minna á það líka að þennan morgun að þá virtist nú bara hálf ríkisstjórnin vera að hringja í ríkislögreglustjóra. Það kom nú bara fram í fréttum að reyna að fresta brottför þessa einstaklings. Það voru svona bara vinsamleg tilmæli, það voru engar skipanir. Voru eftiráskýringarnar sem hljóma fáránlega. Bara ringja um eyrun hljóðu. Ég ætla bara að minna það að eina manneskjan sem gat fresta brottför var bara sofandi heima hjá sér eins og annað fólk gerir á nóttunni. Í Hveragerði. Í Hveragerði. Og það hafa nú einhverjir verið að gera lítið úr því að ég hafi verið sofandi. En ég get sagt ykkur það, strákar, að ég er búin að banna manninu mínum að vekja mig oftar á mótana. Var ekki líka 5:00 eða eitthvað? Já, 6. Já, var núna 6. 6, ég vakna ekki svona snemma á mótana, sko. En þetta var mál sem var erfitt. Það var erfitt fyrir ríkisstjórnina og ég var verulega ósátt við að þurfa að stíga þarna inn, en það sagði ég það í fjölmiðlum að þetta hefði verið með þvert geð. En ætla að koma núna og einhvern veginn að vera með einhverja dygða skreitingu að ég myndi gera þetta eitthvað öðruvísi, ég ætla ekkert að setja mig á þann stall. Ég tók ákvörðun á þessari stundu sem ég þurfti að gera, ég stend við hana og ég ekkert að velta mér upp úr því hvort að hlutirnir hefði getað farið einhvern veginn öðruvísi eða ekki, hvort að ríkisstjórnin hefði sprungið eða ekki. Þetta, svona var atburðarásin. Já. Og ég stend við hana. Já, klart mál, það var bara vel svarað. Langt fyrir að segja þetta. Annað mál sem okkur langar að ræða sem var mikið í fjölmiðlum og ennþá í fjölmiðlum, kom bara frétt í dag, mikið starfsmannadrama á milli vararíkissaksóknara og ríkissaksóknara, mikið fjaðrafók í fjölmiðlum. Sko, þú varst dómsmálaráðherra á þessum tíma þegar dramað byrjar, sko, mætti hendi í Netflix-seríu þetta. Þetta svakalegt. Hefðirðu getað leyst, hefði verið hægt, ekki þú, hefði verið bara hægt að leysa þetta mál án þess að þetta færi í fjölmiðla, eða var það bara ekki hægt? Ég held að það, ég veit það ekki. Ég held að það hefði verið erfitt. Þetta, fyrir mér þetta fyrst og fremst starfsmannamál og það á að leysa sem slíkt. Nú, ég komst á ákveðinni niðurstöðu. Eftir 6 vikur? Já, það nú mikið gert, það var mikið gert úr því að ég hefði verið eitthvað lengi að taka ákvörðun það. En þarna var undir starfsmaður sem var búið að gera, eða einhverju vildi gera kröfu með vikið úr embætti. Starfsmaður sem með æviráningu. Og að öllu líkindum, ef að honum hefði verið vikið úr embætti, þá hefði myndað skaðabótakrafa á ríkið. Og það voru bara tilmæli mín að viðkomandi ætti bara að mæta í vinnuna og ég tók fram að ummæli sem að hann hafði látið falla á samfélagsmiðlum voru ekki embættinu til sóma og hefðu dregið úr trúverðuleika embættisins sem ég taldi alvarlegt. En síðan átti bara viðkomandi að mæta í vinnuna og nú ég ekki lengur á þeirra og ég hef ekkert lesið þetta mál í dag. Nei, ég í kosningabaráttu. Já, algjörlega, sorry, ég ætla ekki að vera að trufla þig. Nei, þú veist, en svo velti maður fyrir sér, sko, ef ég held áfram hérna, sko, hann var að læka í dag einhverja fæðslu Hamas, var skepnur og eitthvað, maður velti fyrir sér, þarf ekki bara að taka samfélagsmiðla af opinberum embættum, svona stórum? Þetta svo vand með farið. Þetta vand með farið og ef við förum frá kannski þessu máli að þá eru við auðvitað með embættismenn og opinbera starfsmenn í viðkvæmum stöðum sem að fólk verður að gæta hófs, gæta sín á bara framferði sín og hvað það segir og hvað það gerir til þess að kasta ekki rýrð á embættin, störf sín og gæta því að störf þeirra séu yfir allan vafa hafin.
Þetta á líka við til dæmis við lögreglumenn, þetta á við dómara og marga aðra. Þannig að ég lagði á það mikla áherslu í störfi mínu sem dómsmálaráðherra að fara eftir lögunum og að við myndum standa vörð réttaríkið, standa vörð þau kerfi sem að við höfum byggt upp og að það væri alveg tryggt að allir einstaklingar á Íslandi gætu treyst því að þeir eru jafnir fyrir lögunum. Klart mál. Sko, við langar að tala um útlendingamál af því að það nú inn í dómsmálaráðuneytinu og Guðrún, þú hefur nú bara fengið mikið hrós í þessum þætti fyrir hvernig þú tókst til í þessum málaflokki. Já, á mikið hrós skilið. Og já, klárlega. Við fengum Áslaugu í þáttinn í byrjun mánaðar þar sem að við vorum með svona ákveðna sneið á hana þegar við spurðum sko hvernig stóða því að allir þessi dómsmálaráðuneytinu Sjálfstæðisflokknum en það tókst ekkert að taka til útlendingamálum fyrir en Guðrún Hafsteinsdóttir mætti á svæðið. Þar svara hún að tíðarandinn hafi verið öðruvísi þegar til dæmis hún var eða Jón Gunnarsson eða hver sem það var og þegar þú varst við völd Þessi klippa fór á flug? Já, hún fór á flug, heldur betur. Kaupir þá ástæðu, var þetta bara tíðarandinn sem hjálpaði þarna eða var eitthvað meira sem bjóða baki? Okkur náðu þú sér gegn en ekki allir hinnir? Ég vil nú segja eitt að nánast allir dómsmálaráðherra Sjálfstæðisflokksins hafa reynt að gera breytingar á lögunum frá því þau voru sett og margir ráðherrar hafa náð að gera breytingar mismiklar og misstórar. Jón Gunnarsson náði í gegn breytingum 2023 og við auðvitað höfum ekki áður verið með svona mikið álag á þetta kerfi eins og var á árinu 23 og 24 og þar sem að við vorum að við fengum á 2 ára tímabili þá fengum við 9.000 umsóknir vernd hér á landi. Við höfum ekki fengið annan eins fjölda nokkuð tíman. Þannig að það var auðvitað breyting sem að kannski aðrir ráðherrar stóð ekki frammi fyrir. Þar sem við sáum að það var eins og væri búið að skrúa frá krana í kerfinu og það væri bara ekkert vaskafatt undir til að grípa það og kostnaðurinn óheyrilegur, álagið og alla innviði okkar með allt öðrum hætti heldur en við nokkuð tíma séð. Það er auðvitað breyting og tíðaranda. Já. En við vorum að fá hér hlutfallslega flestar umsóknir af öllum ríkjum Schengen eða öllum ríkjum Evrópu. Og það hlýtur að segja okkur það að þá er eitthvað veikleiki í kerfin okkar. Ef að við á Íslandi á eyju nokkuð langt frá meginlandinu, ef að við erum að fá miklu fleiri umsóknir heldur en önnur ríki Evrópu, að þá eru veikleikar í okkar kerfi. Og við náðum að gera nauðsynlega breytingar á lögunum í fyrra, í júní í fyrra en ég er þeirra skoðunar og ég var með á þingmálaskrá minni í haust frekari breytingar og ég get ekki séð að núverandi ráðherra ætla að taka þær breytingar upp og kemur með eitt frumvarp sem að var nú kannski hún samt ekki búin að gera ágætlega, menn að hún ákvað að hækka, ef við tökum hana bara hún ákvað að hækka sektina fyrir að vera með þarna, ára komin út fyrir annað efni sko, en þá hækka sektina fyrir að vera með vopn á sér, hún ætlar að segja þannig að öll flugfélög þurfa að gefa út farþegalista og hún ekki bara stansa ágætlega? Jú, þetta var bara tók við góðu búi, það var búið að gera þetta allt saman. Við vorum búin að eiga þessi samtöl við lögregluna og ríkissaksóknara að hækka sektir vegna hnífaburðar og við vorum sömuleiðis tilbúin allt síðasta ár og ég sagði þetta marg ítrekað í fjölmiðlum að við áttum í viðræðum við Evrópusambandið að ganga frá samningum þessa farþegalista. Það þurfti lagabreytingu á Alþingi og ég hefði mælt fyrir því fyrir jól ef að ríkisstjórnin hefði ekki sprungið. Þannig að þetta var allt tilbúið. Nánast öll mál, núverandi dómsmálaráðherra eru bara mál sem voru tilbúin. En hún hefur kosið að koma með 1 af 3 málum til þess að herða betur í útlendingalöggjöfun okkar
og Kristján Frostadóttir lét nú hafa eftir sér hér í janúar að það væri búið að gera nóg en þetta málaflokkur það sem aldrei búið að gera nóg vegna þess að hann svo síkveikur það brjótast út átök eitthvað staðar það gerist eitthvað og þá þarf að bregðast við bara rétt eins og gerðist þegar að braust út stríð í Úkraínu og við gerum hér breytingar það þarf alltaf og það kannski munurinn okkur og mörgum öðrum þjóðum að þær eru kannski að gera breytingar á útlendingalöggjöfinni á hverju einasta þingi við gerum þetta á nokkra ára fresti og þess vegna eins og núna þær breytingar sem við gerðum í fyrra og þær breytingar sem ég vildi gera í vetur þær höfðu fært okkur mjög nálagt löggjöf Norðurlandana eins og hún var í fyrra. Nú aftur á móti Norðurlandin að fara að herða enn frekar. Þannig að þá erum við aftur orðin veikasti hlekkurinn á Norðurlandunum og í Evrópu. Þannig að við verðum að fylgja öðrum ríkjum. Já, algjörlega. Mér langar aðeins tala nýju ríkisstjórnarna en áður til nýju ríkisstjórnarna. Það voru nýju vinnur okkar. Sjöstrand. Hvístrand. Já, það ekki Sjöstrand. Hvístrand, skilst mér. Svíjarnir byrja þetta fram. Tímalausar kaffivélar. Já, sko, þeir eru þetta brautriðandi í þeim skilningi að þeir eru með sjálfbær kaffilgi. Sko. Lífræn kaffilgi. Þetta endurvinnanlegt frá A til Ö. Þú hendur þessu beint í endurvinnsluna, græjað. Wow. Og beint aftur bara í móðurjörð. En svo hitt að þeir stála eiginlega senunni með kaffivélunum sjálfum. Já, sem eru þvælu góðar. Það eru svo snotrar. Já. Silfrar, gullitar. En sko, ég ætla, Sjöstrand, velkomnir í fjölskylduna, Hvístrand. Sko, þessi nýja ríkisstjórn sem búin að vera að taka til eftir þetta ómögulega bú sem við tókum við. Nei. Drekkur kaffi, Guðrún? Aldrei, nei. Nei, mér minna hún sagði að hún drekkur ekki kaffi. Já. Ég drekk ekkert svart. Nei. Ekkert svart? Nei. Okay. Þannig ég drekk aldrei koffein. Ég drekk ekki orkudrykki, ekkert svart, ekki kók, ekki Pepsi, ekki svart te. Ekki kaffi, ekki bjór. Áhugavert. Ég finnst svo gott að byrja daginn á Hvístrand. Við erum með þetta í vinnunni sko. Þeir eru líka með fyrirtækjaþjónustu. Já, þeir eru með það. En mér finnst góð lykt en kaffi, það ekki eitthvað? Jú, það eitthvað, það telur. Það punktur þarna. Kannski eitt að ég var að koma með rauða treilin að handa þér að þú ekkert sagt bara já, ég tók til að það var allt búið í fokki og ég náði að koma sér gegn. En þú sagði bara allir dómsmálaráðherrar, sjálfstæðisflokkurinn standa sig vel. Sko, nei, ég komi sér gegn. Já, ég veit, en ég ætla að segja að punkturinn minn að þegar ég spyr Birkir vilti að þú myndir rakka hérna niður en þú er náttúrulega svo góð mannskja. Já, hún er svo góð mannskja. Já, Birkir, þú en sko punkturinn minn var að það er svo áleiðið að ég er að vera svo mjúk hérna. Eða sko punkturinn minn var að þarna, við fengum að senda spurningar eftir þann þátt sem var bara, já, eina sem Guðrún gerði var að hún tók bara tilbúið mál sem Brynjar Níelsson og Jón Gunnar sem voru búin að kokka upp og eina sem hún átti að gera var að setja fram á þing og hún vissi hún var meirihluta. Þetta ekki svona einfalt eða eitthvað? Nei, það gríða að vinna. Lykillinn á því að klára útlendingafrumvarpi í júní í fyrra var það að þegar ég kom inn í ráðuneytið þá hóf ég vinnu við það að með öðrum ráðherrum að þvert á flokka ríkisstjórnarinnar að við myndum móta heildarsýn í þessum málaflokki ríkisstjórnin og það var samþykkt í febrúar síðast ári 20 aðgerðir og fyrsta aðgerðin var að við myndum reyna aðlaga útlendingalöggjöfun okkar að Norðurlöndunum. Að við myndum fjarlæga sér íslenskar málsmeðferðarreglu sem finnast ekki annar staðar. Þannig að ég tel að lykil breytan í því að við náðum að klára þetta mál var það að við tókum utan allan málaflokkin og þar komu inn til dæmis forsætisráðuneytið félags- og vinnumarkaðsráðuneytið, barna- og menntamálaráðuneytið og fleiri, heilbrigðisráðuneytið, þar sem að við unnum þetta mjög þétt saman, öll þessi ráðuneyti með aðstofamönnunum okkar og heildarsýnin var mjög góð, þar sem að við tókum bæði fyrir hvernig megin mark með heildarsýninni var að fækka umsóknum, að minnka kostnað og að auka málsmeðferðartíma þannig að fólk væri ekki hér að bíða eftir því í 2 ár að umsókn þeirra væri tekin fyrir heldur ætluðum við að klára það á 90 dögum og þessi vinna var virkilega góð og ég er að vona og bind vonir við að ný ríkisstjórn vinni eftir þessari sýn núna áfram því að þannig náðum við árangri því að líka partur af þessu var hvernig við ætlum síðan að aðlaga fólk sem hingað kemur á íslensku samfélagi. Að við ætlum að
styðja betur við íslensku kennslu, við ætlum að styðja betur við börn af erlendum uppruna og svo framvegis. Algjörlega, sko núna það náttúrulega hluta vinnunniðin að vera á móti nýri ríkisstjórn því að Sjálfstæðisflokkurinn ekki inn en bara svona opin spurning, hvernig í alvörunni líst þér á bara nýri ríkisstjórn, hvernig það var byrjað og stjórnarsáttmálan og svo framvegis? Já, ég held að þegar við gert nokkur svona mistök eða ekki kannski mistök en já, fyrst vil ég kannski segja, ef þú fer í söguna, ef þú fer bara í stjórnmál á sögu Íslands, þá hefur það bara einu sinni gerst að 3 flokka ríkisstjórn hafi lifað af heilt kjörtímabil og það var fyrri ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttir sem ég tel að hafa nú aðalega bara lifað af vegna þess að þá kom COVID og allt í einu bara tóku embættismenn við að stýra landinu. Já, eins og sem þú talaði um enginn að tala um pólitík, sko. Nei, embættismenn sem eru núna orðnir þingmenn og jafnvel ráðherrar. Og síðan koma kosninga 2021 og þetta ríkisstjórnarsamstarf framhaldið og við vitum öll hvernig það endaði. Það lifði ekki út heilt kjörtímabil. Þannig að sagan ekki með nýri ríkisstjórn, 3 flokkastjórn, bara alls ekki. Þannig að ég tel litla líkur á því að hún muni lifa heilt kjörtímabil. Ég held að þeir hafi líka gert mistök með því að flýta sér svona mikið við því að skrifa þar sem þau kalla stjórnarsáttmála og þau hefðu þurft að þetta eru markmið, lítið aðgerðir, þetta eru fögur loforð, þetta í rauninni svona markmiðasetning, eitthvað sem að allir flokkar held ég bara í ríkisstjórn hefðu geta skrifað svona að, ég veit það ekki, mestu leyti. Bara hendur þessi gerðurgrindin á svona nánast. Þannig að það verður flókið fyrir þessa ríkisstjórn vegna þess að þau eru ekki búin að skrifa niður konkrít hvað þau ætla að gera og hvernig þegar að það fer að reyna á þau sem mun ekki verða fyrir en haust þegar þau fara að skrifa sín fjárlög og allir fara að kalla eftir peningum og vilja fá sína drauma og væntingar uppfylltar. Eru þau með hveitibrauðsdaga núna? Þau eru í ákveðnu skjóli. Og þetta góð punkt, ég var ekki búin að pæla í þessu. Það byrjar að hitna í eldhúsinu í haust. Í haust, að ég tel. Þingmálaskráin þeirra full af málum fyrri ríkisstjórnar. Það sem muni þetta bara gerast, að stjórnarandstaðan, allavega ég mun bara sitja og klappa til dæmis fyrir öllum málum frá dómsmálaráðherra. Þetta bara þín mál? Þetta eru mál sem voru á þingmálaskrá fyrri ríkisstjórnar, að mestu leyti. Þannig að, jú, þau þurfa að fara í gennum fjármálaáætlun og það getur verið svona ákveðin prófraun, en ég heldur muni gera það. En það fer ekki að reyna á þau fyrir alvöru fyrir inn í haust þegar þau þurfa að skrifa, fara í gennum sín fjárlög og leggja þau fram. En nú las ég hérna stjórnarsáttmála vegna þess að til dæmis Flokkur fólksins var með gríðarleg loforð og það verður erfitt fyrir þann flokk að ætla að svíkja það allt saman. 450 skallinn og allt það. Já, og það verður líka bara algjörlega ómögulegt fyrir Viðreisn og Samfylkinguna að ætla að uppfylla það, allan þann loforðaflaum fyrir þau. Þannig að og fyrst að það ekki búið að skrifa og niður njörfa hvað þið að gera, að þá heldur ekki þessi sáttmáli. Nei, en það kannski eina einmitt að því að Þorgerður mætti nú til okkar, eða Viðreisnarfólk mætti til okkar fyrir kosningar og Samfylking og Flokkur fólksins. Sko Viðreisn talaði sérstaklega fyrir hagræðingu og annað og ætlaði að koma ríkisfjármálum í lag, en svo les maður á stjórnarsáttmála og maður hugsa bara útgjöld, það var mjög lítið hagræðingu þannig. Já. Það var eiginlega allt bara aukin útgjöld. Já. Þannig að þetta er dálítið áhugavert að þú getur hagrætt svona. Já, þetta verður mjög áhugavert og þau eru þetta bara í þessari típisku vinstri pólitík að þau ætla að einhvern veginn að skattleggja og þau ætla að ná inn tekjum í gegnum aukna skatta í staði fyrir að reyna að stekka kökuna. Algjörlega. Ein bara mjög opin spurning frá mér, nú er Bjarni Benediktsson bara einn af farsælustu stjórnmálamönnum Íslands sögunar, við erum miklir aðdáendur, hlustendur vita það alveg. Nú eru þið báðar að bjóða okkur fram, Bjarni Ben er að hætta. Hvað hefur farið úrskeiðis hjá Sjálfstæðisflokknum? Hvað klikkaði Bjarni á? Já, stórt er spurt. Það sem að held ég hafi farið fyrst og síðast úrskeiðis er það að við höfum fjarlæst gildin okkar, stefnu okkar og bara eins og við nefndum áðan að við erum til dæmis búin að vera í 7 ár í flóknu ríkisstjórnarsamstarfi þar sem voru mikla málamiðlanir
og allir flokkarnir töpuðu. Við töpuðum á því, líklega einna minnst, Framsókn tapaði gríðarlega miklu og Vinstri græn dutt út á þingi. Þannig að allir þessi stjórnarflokkar töpuðu mjög á þessu samstarfi. Þetta líka eitthvað sem við erum búin að sjá í mörgum löndum í kringum okkur, að það verið að hegna ríkjandi valdhöfum. Ég held að í öllum þessum málamiðlunum að þá höfum við fjarlæst svona stefnu Sjálfstæðisflokksins og grunngildin. Við stóðum ekki nógu í lappirnar, við vorum ekki nógu staðföst fyrir og það má alveg vera, ef við hefði verið það, þá hefði þetta sprungið fyrr. Ég deili þeirri skoðun ykkar að Bjarni Benediktsson að mínum að yfirburða stjórnmálamaður. Samlega. Og ég hef alveg sagt það nokkru sinnum að ég var ósátt að Bjarni skildi yfirgefa stjórnmálum með þessum hætti núna í janúar. Ég hafði séð það fyrir mér að hann myndi að þessum landsfundi yrði fresta til haustsins og Bjarni myndi bara mæta til þings. Mér fannst hann sína frábæra takt eins og í kryddsíldinni og við sáum allt einu Bjarna einhvern veginn. Hann komin hann búin eldmóður í hann, ekstra eldmóður einhvern veginn. Hann var laus úr ákveðnum fjötrum. Hann var komin í stjórnarandstöðu og ég var búin að hlakka til að vera með Bjarna í þingsal í stjórnarandstöðu þar sem að hann hefði tuskað til ríkisstjórnina en það bara búin að vera það lengi, hann komið með svo mikið stofnana minni. En þetta var niðurstaða hans og ég virði hana og mér það bara til efs að nokkur stjórnmálamaður á Íslandi hafi lent í öðrum eins níð og árásum eins og Bjarni Benediktsson og ég ætla bara að segja það hér og nú að þjóðin stendur í mikilli þakkarskuld við að hann hafi bara nefnt að standa í þessu í allan þennan tíma og hans fjölskylda. Já, ég sammála því. Því þetta ekkert búið að vera eðlilegt. Nei. Ekki dægilegt við þetta. Svakalegt. Hann var náttúrulega lengi orðaður við það ætla rétt að Þórdísi Kolbrún kyndilinn og sem var náttúrulega ekki úr eins og frættur orðið, en hefur hann ekkert komið til greina að lýsa við stuðningi öðru hverju megin, hefur verið einhver samtöl þar, það væri auðvitað stórt. Nei. Fórum allir 15 ára. Nei. Ég held að Bjarni sé alveg að halda sig fyrir utan þetta. Algjörlega. Hann búin að gera það vel, ef maður allavega ekki heyrt neitt. Sko. Ég held að hann hafi bara ferið í langt skíðafrí, sko. Já, hann allavega hann bara búin að vera utan símasambands. Það bara klókt hjá hann. Ég ætla að vona það hans vegna. En ég held að hann hafi bara ferið í langfráð frí og nei, Bjarni, ég hef ekki orðið verið það að hann sé eitthvað að skipta sig á því. Skíðafrí eða sólarlandaferð? Ég? Ég ekki skíðamannskja, svo hljótið að sjá það á mér, ég svo hvít að ég ekki sólstrandar pía, sko. Það hvorugt. En mér finnst alveg gott að vera í fríi þar sem svona kringu 30 gráður. Já. Og svona heitum vindur, en ég fer aldrei í sólbað. Nei, þú ert bara að lesa bók eitthvað stað bara í... undir sólhlíf með vörn númer 100 Fassar að skýna ekkert á þig. Já, bara, og með sólhatt og bara allt og eiginlega, full klædd og mér finnst það rosa notalegt þar sem ég ligg og les eða í göngutúrum eða einhverju svoleiðis. Ég ferðast langt mest Ísland. Já, einmitt, en það Ísland best. Og ég var að segja ykkur að ég á þennan hælúsbíl og ég kalla þetta sumarbústað, ég með lítið pallhísi á pallinum á sumrin og þarna ég í mínum bestu fríum og aðalegin á hálendinu þar sem fátt fólk og ekkert símasamband og algjört frelsi. Já, þetta hljóma vel. Þetta kann maður. Og það gaman að fara á nýja staði og vera göstlast að fara yfir ár og það var náttúrulega hrikalegt síðasta sumar. Ég eiginlega ekki búin að fyrirgefa manninu mínu það því að mér langaði að skoða Arnarvatnsheiðina sem ég hafði aldrei farið inn á og þá ákvað hann að keyra einhvern veg sem hann fyndi sem hét Stórisandur og þarna hélt ég að dagar mínir yrðu taldir því að hann náði að keyra í eitthvað drullu dý og bíllinn sökk eiginlega hálfur og ég var náttúrulega prjáluð til manni minn að pikkfest okkur svona því ég sá orðið fyrir að ég gat ekki eins og sínt, það var ekki símasamband sko. En að bara, þú veist, landhelgisgæsla þurfti að sækja mig eða einhverjir en svo þegar hann sem náði okkur upp úr þessari drullu sem mér finnst vera kraftaverk að þá náttúrulega fannst mér hann vera bara eins og Guð almáttugur
fyrst náttúrulega kom hann okkur ofan í þetta Jú. en segja fyrst hann kom okkur upp úr þessu þá fannst mér að vera bara klárasti maður í heimi Hælúksinn líka, hann leynir á sér Já, hælúksinn Heru, En ég mun eitthvað til að hlæða þessu Mér var ekki skemmt, akkurat þannig Nei. En það kom að síðu spurningar frá mér ára ég hleypi leif í rittaraspurningar sem er síðast í liður Það er að síga á setni endan Er það svona eins og vídeoklippa hjá Stefán Einari þessar spurningum um félagur Kemur upp á skjá smá myndbrot og einhverja myndir að þeir í gamla dag og eitthvað Sko, við erum reynd, ég ætti að taka lengri umræða Reykjavíkurborg en Guðrún búin að segja nefnana aðeins Við tókum hana aðeins Það sem ég langar bara að taka sko, þetta útspil núna hjá þegar þess að meirihluta verið að vera í gangi mér langar bara að spyrja almennt sko, þetta er dálítið áhugavert hvernig ríkisstjórnin Herðu, þau fari meirihluta verið að Sjálfstæðisflokkur, Framsókn, Viðreisn og Flokkur fólksins svo bara eins og Inga Sæland eða Kristrún Frosta hafi hringt í Ingu Já, gamla Þið ekki að vera að vinna með Sjálfstæðisflokknum Inga Sæland hringir í þessa Helgu Þóradóttur Já, herru, slíta þessu takk Sko, kaupin greinlega gera svona eirunni Sko, Sjálfstæðisflokkurinn í alvöru eins og við erum að tala hann er í alvöru klípen Hvað finnst þér svona útspil? Það er ekki verið að hugsa velferð Reykjavíkurbúa Þannig bara komin einhver pólitík inn í þetta Það er auðvitað mjög sérstakt og að einhverju stjórnmálaflokkar geti leyft sér það að ætla aldrei að vinna með einhverjum öðrum og ef ég maður rétt þá sagði nú Kristrún Frostadóttir á síðustu kjörtímabili að hún myndi ekki vinna með Sjálfstæðisflokknum og það mér finnst ekki gáfulegt þegar þú lokar dyrum vegna þess að þú veist til dæmis aldrei hvað kemur upp úr kjörkósunum, þú veist ekkert hvernig staðan verður á morgun og þarna er hann að sketsera borginni líka sko. Þetta er samsæriskenning en ég held að þetta sé nú engin mikil samsæriskenning sko. Nei, ég veit ekki, ég var ekki þarna en þetta er líka þú veist, þessi alvarlega staða sem við erum í Sjálfstæðismenn þannig ég ætla kannski ekkert að eyða púðri að velta mér upp úr því hvað Inga Sæland og Kristrún er að gera bak við tjöldin við verðum að koma okkur í þannig stöðu að við njótum trausts og við séum þannig að aðrir vilji vinna með okkur. Það er ekki staðan í dag. Við erum komin í stjórnarnarstöðu á þinginu, við erum í aftursætinu og það vill engi vinna með okkur í borginni, það hlýtur að vera líka vont og þetta er verkefni fyrir nýjan formann, þetta er verkefni fyrir Sjálfstæðisflokkin að það er að við áfum okkur traust á nýjanleik, að við komum okkur aftur í bílstjórasæti hvort sem að það er í borginni eða landstjórninni, að við verum aftur hryggjastykkið í íslenskri pólitík, íslensku stjórnmálum, að við verðum aftur breiðfylkingin, þessi stóri Sjálfstæðisflokkur sem að ég tel að sé best til þess fallin að stjórna hvort sem að það, í hvaða sveitafélagi sem er borginni eða á landinu. Og bara gera ykkur það stór að það er bara ekki hægt að horfa fram hjá ykkur, þið eru bara leiðandi af. Þannig er ekki staðan í dag, algjörlega. En það er verkefni. Já. Þá er komið að rittarspurningunum, Guðrún. Og nei, við erum nú ekkert að fara Er þetta eitthvað kvikindslegt? Nei, þetta er alls ekkert svoleiðis Við erum með vettlingadögg Já, við verum voða stiltir Er þetta ekki silkihanskar? Jú, þetta eru silkihanskar Það er kannski eitt, sko, lengjan þeir vilja vita með hvað liðið er boltan Já, Liverpool Það er Liverpool, já Já, þeir eru búin að vera að lækka stuðulinn í gríð og erg á Liverpool Þú horfur á alla leiki? Nei, ég horf aldrei á sjónvarp Já Og ég horfði mjög seldan á fótbolta, mér finnst svo leiðilegt að horfa á fótbolta. Þú veist, þú horfir í 90 mínútur og það er ekki eins og skora, sko. Nei. Ég elska körfubolta. Það er svoleiðis? Já, það er bara geggjað, það er bara búm, 100 stig. Já, ok. Allt að gerast. Íslenska deildin. Mikill hraði. Eða NBA jafnvel. Vaka, nóttunni. Nei, ég horfi ekki mikið á NBA. Sástu Tyrkjaleikin núna? Komist á FIBA? Nei, ég er í kosningabaráttu en það var frábært og algjörlega geggjur framistað og hvernig landsliði körfubolta hefur að bæta sig ég á 3 börn og þau hafa öll spilað í landsliði með körfubolta og þannig ég fylgist með og ég held þetta með hamri í Hveragerði en það hefur ekki gengið alveg nógu vel en það mun koma Það kemur Kontaktfyrirtækjar og þeir eru mikið að kaupa og selja fyrirtæki og ef þið vantar ef þú ert að pæla að selja fyrirtæki þá er það kontakt og ef þú vilt kaupa fyrirtæki þá er það kontakt.is þeir eru að velta fyrir sér sko þegar þú varst fórstjóri Kjörís hvaða verðmiða hefði segjum að Leifur vildi kaupa Kjörís hvaða verðmiða hefur sett á Kjörís þannig að það bara þurft að selja bara mamma og pappi, sorry, Leifur komið svo gott tilboð ég þurft að samþykkja Þá? Eða núna? Nei, bara þegar þú varst fórstjóri sko núna er náttúrulega ræður einhver þar
Nei, ég er hægt að vinna og ég nú stundum að senda bróðum mínum eitthvað skilaboð og hvað á þetta þýða. Þessi nýju hlunkur ekki alveg nægilega góð. Nei, alls ekki. Þetta nú 30 ár síðan. Já. Tæpilega. Og ég man það ekki. Það tók sinn tíma að byggja upp alveg eins og sko því að málið að fólk hugsa kjöris í dag sem eitthvað stórveldi en þetta er eilíðar hark eða ekki? Eilíðar hark. Bara framleiðsla á Íslandi er hark. Og það nú alltaf sagt að allt sitt í sölu. Við höfum oft búin að fá tilboð í þetta fyrirtæki. Okay. Og margir vilja kaupa og til dæmis þegar pabbi féll frá að þá voru margir sem höfðu samband, svona fyrirtækjasalar eins og þið nefnduð. Jú, kontakt. Og fleiri. Og eins á þessum svona húrra árum eins og ég segi stundum rétt fyrir efnahagshrunið að þá voru einmitt margir sem voru að horfa til samruna við annað og vildu kaupa og svona. Við höfum bara aldrei selt. Nei. Við höfum alltaf grínast með það að ég og Valdi bróðir við gætum ekki selt því að þá erum við atvinnulaus og það myndi ekki ráða okkur í vinnu. En við höfum alltaf verið í þessum rekstri af mikilli ástríð og við gætum örugglega verið löngu búin að selja það fyrir fullt af peningum og ég geti þá verið eitthvað að hanga á sólaströnd lungan á árinu og sólbrenna og láta mig leiðast. En þá væri líklega þetta fyrirtæki ekki lengur í Hveragerði. Nei, og við viljum halda þið þar. Já, við viljum halda þið þar og við höfum viljað sína svona samfélagslega ábyrgð og þetta er bara fyrirtæki sem skiptir miklu máli fyrir þetta litla samfélag. Þetta er lítið fyrirtæki en í Hveragerði er það stórt og það hefur bara aldrei komið að þinn tímapunkti að við höfum sest niður eigendurnir og hugsað, já, nú seljum við. Nei, algjörlega. Og eins og ég segi, þegar ég fór á þinga þá sagði ég mig úr öllum stjórnum og sóknarnefndin í Hveragerði og öllu. Sunddeildin og allt. Já, hætti öllu. Og núna er bara systkini mín að reka þetta og ég skipti mér, það nú búið að reki bara mér tapi síðust ára vegna þess að þetta er svo mikið hark. Já, einmitt. Já. Þannig ekki það að greiða arð. Það er ekki meiri elita en það. Nei. Fyrst við erum á Suðurlandinu og má ég til með að nefna alltaf þegar ég keyri gegnum Selfoss, þá er það Búllan. Já, ég fór þetta að Búllan, sko, málið það, ég fór í gær að Búlluna, þetta er ekki eitthvað svona sponsauðlýsing, ég fór í alvöruna á Búlluna í Spöngin í Grái, á mánudagshátti, ég ætlaði að fara að skammast. Það var ekki þriðjudagstilboðið? Nei, ég ætlaði að fara að skammast mér fyrir að ég væri Búlluna á mánudags, ég ekki að skammast mér fyrir deginu 50. Ég fór í gluggasæti, ég vildi allir myndi sjá mig. Alltaf stór? Já. Vel gert, já, börgurinn var góð maður. Auka gumsa milli, já, þetta er best. Fá Búlluna Hveragerði. Já, en Búllan er rosa góð á sjálfu sig. Hún er alveg sértil, sko. Það er við eitthvað stemmingan inn. Það er eitthvað í vatninu. Já, það er alveg þess virði að taka krókin af hringtorginu, sko. Já. Við keyrum alveg Hveragerði á Búlluna, sko. Er það? Já, en það er samt hægt að fá hambúrgar í Hveragerði líka. Þeir eru bara ekki, nei, þeir eru frábærir. Þeir eru líka góðir. Þá koma rittarspurningum. Magni Mar, hann rýður á vaðið og spyr, myndirðu vilja að allir félagsmenn gætu kosið formann eins og valið í prófkjör? Já, ég kom inn á það áðan. Ég vil skoða það mjög umgæfilega hvort að við getum breytt þessu fyrirkomulagi. Og ég held að það sem er lýðræði í því fólkið og ég heyri samt alveg svona raddir fólk sem að hafa áhyggjur af því að ef við myndum breyta þessu fyrirkomulagi að þá myndi landsfundurinn breytast og við myndum ekki halda eins svona kraftmikla landsfundi eins og við erum að gera. Ég er ekki viss um þetta. Nei, við erum bara þeirra út, kannski. Jú, ég held að það, fólk vill koma á landsfund. Þetta er eins og ættamót. Við viljum taka þátt í kröftugu málefnastarfi og ég tel að það þurfa að efla það á landsfundi. Þannig að fundurinn myndi kannski breytast. Núna til dæmis er svo að síðasta landsfundi og núna þessum sem er að fara í hönd, að þá verður allt undirlagt í þessar fórustu kosningar og við fundum það á síðasta landsfundi að það fór öll orka í þetta. Þannig að jú, ég er tilbúin til að skoða það. Við viljum vera lýðræðisveisla, sjálfstæðisflokkurinn. Já. Rakel Hjartar spyr, hvað kostið þú umfram Áslaugu Örnu sem formaður? Ég hef verið oft spurð þessu síðustu dögum á fundum og viðtölum og hver er nú munurinn okkur Áslaugu og ég hef nú alltaf sagt að hann augljós vegna þess að ég er 20 árum eldri og í þessum 20 árum lítur að liggja einhver reynsla og þekking sem bara gerist þegar maður lifir
og helstu munurinn á okkur svo að hún búin að vera 10 ár í pólitík og ég hef aftur á móti verið tæp 4 ár í pólitík og ég búin að lifa og hrærast alla ævi út í atvinnulífinu en einnig eins og ég nefndi áðan í alls konar störfum fyrir hagsmunasamtök fyrir atvinnulífið í landinu, fyrir lífeyrissjóðina í landinu, Háskóla Reykjavíkur og svo fleira og allt þetta mótar mann og við höfum verið á sitthvora staðnum þannig að við erum örgulega með svona sitthvora áherslur en við erum báðar sjálfstæðiskonur. Hvort þau eru kosið Trump eða Kamilu í Bandaríkjunum, spyr Þorvaldur og David Jones. Já, þetta erfið spurning sko, mjög erfið spurning. Mér fannst á margan hátt Bandaríkjumenn vera með 2 vondakosti og sem eiginlega stórmerkilegt í þessu stóra mikla landi. Trump merkilega maður og eftir síðasta kjörtímabil að ég held hann hefði unnið kostingarnar þá á móti Biden ef það hefði ekki komið heimsfaraldur því að hann ruglaðist einhvern veginn í heimsfaraldrinum og talaði ekki bólusetningum, vildi að fólk færi að drekka frostlög eða eitthvað og Biden ruglaðist nú heldur betur líka. Já, en hann var ekki með svona galnar ráðleggingar til þjóðarinnar sem að hefði getað valdið skaða. Já, drekka blíts og já, það var skemmtilegt, já. Það sem hann að gera núna, hvernig hann að skera svona upp báknið og mér finnst svolítið fyndið, mér finnst hann vera einhvern veginn að búa sér til skjól og hann komið með Elon Musk sem svona skjöld fyrir fram að sig. Að Elon situr bara í the Oval Office og gerir alls konar. Ég á vini í Bandaríkjunum sem eru bara eins og einn vini minn, hann háskóla prófessor og hefur alltaf kosið demokrata. En hann sagði fyrir mig fyrir að ég ætla að kjósa hérna Trump og ég var svo hissa og ég bara, Viktor er eitthvað að þér? Og þá sagði hann við mig svona, nei, veistu það Guðrún, það er bara þannig að Biden úr mínu flokki, hann virðist vera orðinn ellegar, hann veldur ekki starfinu og hann samt forseti í svona öflugasta ríki heims og ég bara veit ekki hver að stýra landinu. Nei. En ég mun alltaf vita það ef að Trump situr þarna hver að stýra landinu og þess vegna ætla ég að kjósa Trump. Og mér þótti þetta áhugaverð rök. Þannig að þú heyrir að ég er að reyna svona biðjast undan því að taka þátt í þessum kosningum. En Trump er auðvitað hægri maður. Já. En mér hefur ekki líkað sérstaklega svona hvernig hann hefur talað fyrir svona ákveðni skerðing og réttundu kvenna. Og mér hefur stundu þótt hann bara dónalegur, gera lítið á fólki og ég vil ekki að leiðtogar séu þannig að þeir stígi fram með því að gera lítið úr öðru mannskjum. En það verður áhugavert að sjá og hvernig hvað hann gerir því að ég hef miklar áhyggjur af því að ef hann ætlar í tollastríð og mér finnst hann vera að fara í einangrunarstefnu sem að getur ekki komið sér vel. En svo hann ólíkindatól og hann getur alveg núna, hann er ekki að gára vatnið, hann er sko að berja það og búa til risa öldur og svo byrjar hann sko, ég ætla bara að loka öll viðskipti við Kanada og ég ætla að setja rosa tolla og svo bara nokkru tíu seinna, ég ætla að gefa ykkur nokkra daga. Hann fær sínu framgengt samt af því að þessi lönd gerðu þá hluti sem þau voru ekki tilbúin að gera áður. Já, og hann til dæmis og síðasta kjörtímabili að þá bara fór hann til Evrópu og hundskammaði Evrópu þá sem í NATO og okkur borgi ekki það sem þið hafi lofað að borga. Og ég ætla bara ekki að borga ef þið gerir það ekki. Nei. Þannig að hann ýtti við öðru þjóðum og ég held að hann hafi vakið mörg ríki Evrópu af þungum dvala að efla varnir sínar og öryggismál sem er nauðsynlegt. Og já, þannig að það verður spennandi að fylgjast með Trump. Já. Klárt mál. Þessi spurning var auðvitað frá Þorvaldi David Jones. Það eru döðlulega borunni hjá okkur. Maður hefur nú ekki gengið þar á ásettu ráði. Ef þú byrjar þá hættur ekkert. Já, það er vandamálið sko. Þá væri maður með fulla munnið allan þáttinn sko. Ég var að borða þetta. Mér fannst þetta minna með svona ramkúlu. Já, það er þetta vitleysa? Nei, það er smá ramkúlu
fílingur í þessu sko, en Hvaða bragð þetta með hana? þetta súkkulaðibólur eins og þú fekkst þær bestar í hérna bakareinum í den. Er þetta holt? Þetta er meinholt. Meinholt, fullt af steinefni, Þetta er vítamínum. bara holt. Sko einhverju tala um að þetta sé leinefni í svefnherberginu. Já. Ég get þá ekki svarið fyrir það sjálfur. Nei, Jú, ég get það reyndar alveg. Ég get það alveg. Rakel Hjartar. Nei, Hún var komin. Rósa Það Harðar. var Rósa Harðar, hún er næsta dagskrá, já. Hver er þín skoðun á kjarabaráttu kennara, Guðrún? Já. Erfið, þung. Mjög þung spurning. Ég hef haft áhyggjur af kjaradeilu kennara að þetta sé einhvern veginn algjörlega komið í hnút og verði erfitt að leysa. Það er nú svona eitthvað hreyfing á þessu núna skils mér. Við viljum þetta öll að kennarar fái góð laun og þeir séu sáttir í sínu starfi og búi við góð starfsskilyrði. Systir mín er nú kennari og hins vegar að þá verða allir, við erum að reyna að semja við alla markaðin. Það er búið að gera kjarasamninga við lungan af fólki á Íslandi, allan almenna markaðin og þá getur engin hópur einhvern veginn stigið fram og sagt ég ætla að fá eitthvað miklu meira en hinnir. Það er búið að gefa merkið. Það er búið að gefa merkið um það hvað er til skiptana. Ég held að mér fannst mjög sérstakt þegar nýr borgarstjóri sagði að hugsanlega myndi þau bara hlaupa út undan sér út úr sambandi íslenska sveitafélaga og semja sérstaklega við kennara. En kennara verða líka að sýna því skilning að þeir njóta ákveðna starfskjara sem aðra stéttir gera ekki. Og þar eru lengri sumarfrí, það eru lengri frí jól og áramót og annað. Og það er ekki hægt að segja, ég ætla að fá laun sem eru sambærilega á almennu markaði, en ég ætla ekki þá að deila sömu starfskjörum eins og eru á almennu markaði. En starf kennara, og ég fann það einmitt í útlendingamálunum í mínu ráðuneyti og þegar við vorum að vinna að heildarsýninni, að starf kennara hefur gjörst breyst núna á síðustu árum og í sömu skólum er starfi gríðarlega erfitt. Það er gríðarlega erfitt fyrir kennara að vera með eitt bekk þar sem eru kannski 12 eða 15 tungumál. Og það eru börn í bekknum sem hafa aldrei verið í þessu formi sem svona skóli á Íslandi er og foreldrarnir þekkja ekki heldur. Og kennarar hafa sagt að þeir séu komnir í rosalega mikið umönnunarhlutverk. Þeir fóru í skóla til að mennta sig sem kennara til þess að kenna börnum og uppfræða og ég man eftir viðtali sem ég heyrði við konu í Kópavogi sem man ekki lengur hvað hét en hún var í útvarpsviðtali fyrir nokkrum árum, hún hefði kennt held í 40 ár og var nýhætt og hún sagði að það er gríðarlega munur á börnum sem er að hefja skólagöngu í dag eða fyrir 30-40 árum og hún sagði fyrir 40 árum síðan þegar barn kom í skólan þá gat það reymt skóna sína. Það gat rent upp úlpunni. Það kunni stafina, sumir voru orðin læs og svo framvegis. Og hún sagði núna að þá er mjög algengt að börn geti ekki sinnt svona grunnþörfum. Þau þurfa aðstoða á salerni, þau þurfa aðstofa að klæða sig og hluti sem að voru bara með allt öðrum hætti. Þannig að kennarar upplifa að þessi komi mikið umönnunastarf og ég hef nú líka beint ábyrgð til foreldra að þegar við eignumst börn þá berum við ábyrgð á þeim börnum og þegar mér finnst allt of algengt í íslensku samfélagi að þegar eitthvað kemur upp á að þá er það fyrsta sem við gerum að það er að benda á kennara og segja að skólakerfi hafi brugðist og einhvern veginn allt hafi brugðist að við verðum að styðja við kennara við verðum að gæta því að starfsskilir þeirra séu góð því það er flótti frá stéttinni en þeir geta ekki farið út úr rammanum sem búið er að leggja að mínum mati. Nei. Sammála þessu. Já. Er sjálfstæðisflokkurinn orðin of woke, spyr Haukur Magnússon? Nei, það held ég ekki. Nei. Óli Malli spyr, við erum nú aðeins búin að ræða þetta. Mun Guðrún færa XD úr því að vera sérhagsmunasamtök í breiðfylkingu aftur og ef þá hvernig? Það ætla ég svo innilega að vona og ég finn það á ferðum mínum með landi og ég finn það bara
að ég fæ mörg skilaboð á dag sem hefur komið mér ánægilega óvart frá fólki sem ég bara þekki ekki neitt en finnum mig á samfélagsmiðlum og fólk sem að gekk úr flokknum okkar fyrir 2 árum, 4 árum, 5 árum eða ég veit ekki hvenær og það að segja ég mun ganga í flokkin í næstu viku Guðrún, ef að þú verður nýr formaður flokksins og sumir hafa sagt, ég mun mér svo að koma bara aftur og vinna fyrir flokkin sem ég hélt ég myndi aldrei gera og þetta auðvitað gefur mér byr í seglin og góða tilfinningu fyrir því að ég hafi ekki verið alveg einhvern veginn í blindni þegar ég var að lesa í þær aðstæður og þau skilaboð sem ég fekk og ég tók til mín og var að vega og meta hvort ég ætti að bjóða mig fram eða ekki og ég trúi því einlæglega að ég geti breikkað flokkinn, að ég hafi breiða skírskotun og að ég geti dregið fleiri af sjálfstæðistefnunni sem að svo stefna sem að ég held að stór hluti þjóðarinnar geti fundið sig í og það drifkrafturinn þessa dagana. Já. Svo það mínir menn í Subway, ég hef þetta starfstangað helgina. Já, gera það. Já, ég fer svolítið í bræðingin. Fórst á Hringbrautina ekki? Jú, ég er náttúrulega minn hverfis Subway, það er Hringbrautin. Og ég var mikið í sterkum ítölskum á námsárunum en nú er ég byrjað að leyfa mér að fara í bræðingin eftir að ég kom á vinnumarkaðinn og svo munar ekki það miklu þetta er hræóttýrt. Nei, já, ég pæli ekki því sko, ég er BMT-kall Þú ert BMT-kall, já, þú pælir ekkert í verðinu sko. Þú ert líka ríkasti vinnu minn. Nei, það gengur vel En það eru þetta vegna þess að bónus þeir passu bóðu sérst ekki ágræði fyrir vörunar. Heldur betur, ég spara þar Og þeir eru ekki bara berjast fyrir kjörum verkamannsins með því að bjóða byrgjunum byrgin heldur eru þeir líka með nýstaflegt vöruframbóð og þar ber að nefna Dubai Chocolate. Já, sko, þegar þetta tekið upp þá eiga þeirra til en það, kannski er að fara núna ég veit það ekki en það er heldur betur sem að þeir eru búin að byrgja sig upp af Dubai Chocolateinu og svo bara er þetta ódýrast vikunar eða hvað sem þetta heitir sko. Það er bara verið að gefa þetta það er bara svo það er og kannski fyrst við erum byrjaðir byrgir maður er heitur núna, þannig að það er frumeri líka allir með 2 í endastaf Tic-tac ekki kerum og grænum með það ferðir ekki vel Ný. Og að lokum er það kemi rafgeimandir, það er svona Já, það mér sýnist að byrja að snjóa allavega á hann já, rafgeimar Ísland kemi.is Veistu hver varavíkunar hjá Tessa Dark á kemi.is er? Nei, hvað er með? Kalk og kísilhreinsinn Sæl Læmpúðri, það er 2,990 Hann er í alvörinni af því að það er ekkert leiðilegra en þegar það sest svona set á sturtuna þeina það ertu bara komið ég er reynt að leysa þetta með etiki, það virkar ekki Taki kalk og kísilhreinsinn Læmpáderið 2,990, það verður að gefa þetta er tunna sko. Shit, þetta er alveg helvitist tunna Já Við erum alltaf, ég held að þetta er bara að loka orðin í kvöld Já Það ekki bara? Jú, kannski bara nei, hún eiginlega slútaði þessu Já, þetta var bara neglegt. Takk hella fyrir komuna Guðrún Hafsteinsdóttir, virkilega skemmtilegt að spjalla við þig. Það verður gaman að fylgjast með þessum helgina, þetta verður spennandi. Gangið sem allra best. Þetta verður mjög spennandi og ég ætla bara að ítreka það að nú erum við sjálfstæðismenn í kjörstöðu til að hefja endurreist sjálfstæðisflokksins. Ég er til í það og ég hlakka mikið til. Ég hef þá einlægu trú að Íslendingur farnist best þegar sjálfstæðisflokkurinn er að stýra þessu landi og til þess að við getum stýrt þessu landi verðum við að vera sterk og við þurfum að breikka okkur, við þurfum að fjölga okkur, fá fleiri til liðs fyrir okkur þannig að sjálfstæðisflokkurinn getur aftur orðið hryggjarstykki í íslensku stjórnmálum. Guðrún Hafsteinsdóttir, takk fyrir kvöldi, takk fyrir komuna og gangið sem allra best.